Föstudagur og FM 95 blöður hafið göngu sína þennan föstudaginn. Þetta voru næstum búin að klára lagið hér. Þetta geggja lag. Já, við letum hlustendur bíða. Já, letum aðeins bíða. En hér erum við mættir drengirnir FM 95 blöður hafið göngu sína. Við erum búin að koma okkur vel fyrir hérna. Já, ég kom með kaffi. Þú ert kom með kaffi. Já. Og það er eins og sé eitthvað skrítið hljóði í væknum mínum. Já, hann auðvitað bara bilaður. Það er allt í lagi. Að tala í bilaða mæk bara, það gerir líf skemmtilegt. Hvenær byrjar að drekka kaffi, Steinborg? Sko, ég drekka eiginlega ekki kaffi. Þú veist, mér finnst kaffi ekkert sérstakt. Ég fæ mér kaffi bara svona... Ég fæ mér það bara svona til aðeins að fá smá kick, sko. Já, sko, ég drekka ekki kaffi, en mér langar eiginlega að læra að drekka kaffi. Já. Hvað tekur það marga bolla að vera háður? Hvað það pína marga bolla? Langaði að vera kaffið? Þú sér það, ég ekki... Já, minnst bara eitthvað sexmála og ekki reyndar. Ég vakna alltaf á mótnana, fyrst búið í sporthúsinu, labbaði inn svona klukkan 08:00, tek eitt skamta Ripper sem 200 mg koffín, það svona 3 rótsterkir kaffibollar. Já, ég meina, þú átt bara að vera með lúka því í vasanum. En það var líka alveg sexy að geta tekið eitt bolla líka. Rökk fram í afgjörslu, ná mér í eitt bolla og aftur nú skrifstu. Þegar ég byrjaði að drekka kaffi, þá fekk ég mér eiginlega bara gemjólk með smá kaffi í. Já, mér finnst þú rosalega margir montas að þið hvað eru búin að drekka marga kaffibolli í daginn. Það hefði ekki oft lent í því, herru, maður er að sjötta bolla hérna, sko. En þú getur ekki kaffiblu. Sko, ef þú ert búin að drekka 6 bolla yfir daginn, þá er ekki rosalega mikið í gangi hjá þér. Þá áttu bara... En þú vinnur á skrifstofu. Klukkan 3 ást ekki að hanga kaffihúsi með á 7. bolla, sko. Nei, það er náttúrulega kaffivélar í öllum skólum og á vinnustafnum. Ég allt í lagi að henda sér einn og einn uppáhelling bara að það er fílingur og allir, þú veist, menn að það var sér rally og allir í fíling. En ég velti bara fyrir mig hversu marga bolla þeir að taka til að vera háður. Alvöru bara háður. Þú sér það, ég drekk kaffi bara svona, þú veist, ég tek fyrir þáttinn og ef maður er í tökum þá er maður að drekka og setti kaffi og svona, en ég er aldrei háður því, ég fæ mér aldrei kaffi heima hjá mér. Þeir hefur ekki tekist að vera almennilega háður, ekki svo sígarettan. Og ég er þannig að ég get alveg drukkið kaffi eftir klukkan 9 eða eitthvað, ég get alveg sofnað. Þetta hefur engin þannig áhrif á mig, þetta hefur eiginlega öfu áhrif, ég verð þreyttur eftir kaffi. Ef ég fæ mér kaffibolla, þá finn ég mun á mér, sko. Ég drekk það lítið kaffi að ég verð bara svona pínu víraður. Já, nei, ég er ekki þannig, sko. Nei, ok. En við erum með veisluhand ykkur í dag, kæru hlustendur, og ber þar hæst við erum með nýjan dagskrálið. Já. Sem er virkilega skemmtilegur. Prófum hann í fyrsta skipti. Já, og hann gengur út á það að við Steindi Junior, við hringdum í fyrirtæki hér í bæ og vorum að hringja okkur inn veika. Og við náttúrulega ekkert að vinna hjá fyrirtækinu, bara við settum inn einhver bullnöfn og þetta gekk betur en ég þorði að vona. Þetta er svo skemmtileg pæling að hringja á svona stóra staði, til dæmis eins og IKEA. Við hringdum reyndar ekki IKEA, við eigum það eftir. Og vonandi er enginn þar að hlusta núna. En við hringdum til dæmis að hringja IKEA og segja bara, heyrðu, þetta er Gummi hérna, ég er bara ekki komið í dag. Ég er bara fárveikur, ég er heima og í tómu rugli. Og bara það er ekki séns ég geti komist í vinnuna, sko. Og þá er alltaf fer allt í rugli, ok, og býtu hvað, anskotin, og hver þá að leysa þig af, og það veit ekki neitt, að vinna 500 manns að það. Já, ég er að segja það komur óvart hvað fólk var að kaupa þetta. Já. Þetta heyrið hér á eftir, þegar við hringjum okkur inn veika, svo er náttúrulega bara fastir liðir, kortmyndur frekar, það er sturlaða staðreyndir, spurningakeppni Gilsarans og fleira hér á Póstkónum í dag. Hvaða konsept er núna í spurningakeppni? Það er hérna, ég var að hugsa á hann, hvað getið þetta spurningakeppni í dag? Og síðan mundi ég allt í henni. Ég metsölu rithöfundur margfaldur mannasiði og ég hef ekki að tekið okkur almennilega gegn í því. Já, þú meinar. Getur þú kallaði metsölu rithöfundi? Getið það, já. Hann getur það nefnilega mjög vel, því að hann seldi bækurnar hans eru metsölubækur. Það er bara þess vegna getið kallað metsölu. Ég bara spurði. Hvað fóru bækurnar í? Þú ert búin að gefa 3 bækur út. Já, sko fyrstu 2 gengu mjög vel. Yfir 6.500 eintök. Já. Það er vel gert. Þú ert ekki listamannlaunum. Ekki á listamannlaunum, þetta ger ég bara og ég vinn 15 tíma á dag, samt að ég púsla það sinn. Ég stiði listamannlaun og kollega mína. Að sjálfsögðu. Já, þú varst ekki sáttur með Ingo Veðugu þegar hann var að berja skegg. Ég lasi yfir honum. Já. Það er gott hjá þér. Það var illa vegið að þér og þínu mönnum. Já, veist, ef hann alltaf ráðast svona með í fjölmjölum þá bara svara ég honum, það er bara þannig. Já, málana í dag í öllum fjölmjölum, við fyrir nú kannski ekki betur yfir það hér í þættinum. Ég ætlaði bara að spyrja ykkur, eru búin að horfa á þetta stefnumót? Nei, ég er ekki búin að því. Ég á þetta inni. Já. Er þetta veistlega? Manuel á, hvað heitir hann ekki, Snorri? Jú, það var samantekt sem ég sá á netinu. Þetta vakti alveg ótrúlega athygli. Nútímanum eða vísi eða eitthvað og ég ég sá helmingin af, sko, ég sá þau voru á stefnumótinu og svona, ég á eftir að horfa á þetta, þú veist. Ok, það er smá recap. Hvaða höfðingi er þessi Snorri?
Hann eitthvað svona Snapchat-stjarna held ég. Ég þarf bara að kynna mér hann betur. Ég veit ekki hann, maður ekkert inn í þessu. Eru þið út að skýta félagar mér eða? Já, allavega þá Þeir fóru á date og did they make love? Nei, bara fyrsta stefnumót og koss á kinnina bless og engin slelli eða neitt svoleiðis? Nei, hann var ekki farið í sleik sko. Engin slelli? Nei, það standard á fyrsta date? Nú spyr ég ykkur, þeir eru vanir menn, báðu konu og barn. Sko, fóruð þið í sleik á fyrsta date? Fyrsta date, ég fór aldrei beint á date, við fórum bara svona hittast, jú, þú veist það kannski kallast date, sko. Nei, menn þau voru bara hittast í gær og fóru bara borða, sko. Já, einmitt. En ertu vissum að kannski henduðu þið í sleik og voru ekki akkur þá að taka upp Snap? Nei, það var eiginlega sínt frá öllu að sko, þannig að hann var skuldinni heim og eitthvað, já. En fyrsta bíóferðin okkar hafa til dæmis þannig að við fórum á Dark Knight, minnum mig. Dark Knight? Það alvöru mynd. Mér minni það og ég... Valdir þú myndina það? Nei, ég var bara svo þreyttur. Ég var búinn að vera að djöflast allan daginn og svona og við fengum sæti alveg fremst og ég eiginlega bara sofnaði og hraut alla myndina. Í, fallegt fyrst að þeir eru ennþá saman svona. Já, ég ránaði með hann að hafi hangið á því. Hefði þetta verið hún, sko, ég myndi að hefði farið í bíó og hefði litið við og bara pían væri bara hrjótandi og næstu komin úr hálslið með hausinn aftur og bak. Maður væri svona, heyrðu, hvað er þetta? Það var gaman að sjá þig. Já, það er ágætt að fara með þér í bíó. En ég gerir þetta alltaf, veistu hvað? Það er gallið mig. Mér finnst að skemmtilega sem ég gerir eiginlega bara að fara í bíó. Þú mætir náttúrulega seint. Já, og færði ógeðslega sæti. Mér finnst ágætt að fara að mæta seint. Þá mæti ég eiginlega bara beint í mynd og mér finnst það fínt. En sko, ég hef ekki náð að vaka heila bíómynd í bíó í nokkur ár og ég er ekki að grínast neitt. Hvernig finnst það svo gaman að fara í bíó? Mér finnst það bara svo gaman, það er gott hljóð og stór skjár og ég er bara Þú nærði ekki halda þig vaka? Nei, málið er að ég get mig í rem. Ég er gæi sem ég er ekki að grínast neitt, sko. Ég fæ mér nachos, ég fæ mér nachos tilboð. Ég byrja alltaf á því. Ég fæ mér nachos tilboð. Ekki pop? Nei, ekki poppi strax. Ég fæ mér nachosið með auka sósu og alls konar dót og fylgir alltaf eitthvað súkkulaði með því og svona. Svo fer maður að klára það og áður en það kemur hlé þá lauma ég mig fram. Áður en það kemur hlé? Já, stundum er það þannig. Ferði í sjoppuna áður en það kemur hlé aftur? Ég stundum bara svona, djöðlar þetta gott og bara svona langar eitthvað örlítið meira. Þá fær ég kannski og fæ mér eitt lítinn pop. Bara lítinn pop. Og svo í hlé þá fæ ég mér ís. Þannig þú basically ferði í bíó til að éta og sofa? Já, en málið það að kría í bíó jafngildir 8 klukkutíma svefni í lúxusrúmi. Þetta er besti svefn sem að fæ. Vinna American Idol og gaman að segja frá því að það er hún ennþá gólandi Hún er bara hrikalega góð söngkona, akkur þetta er ekki verið ennþá syngjandi. Gólandi? Já, þetta var bara diss á mína manneski, Kelly Clarkson. Sko, ég horfði á American Idol seríu 2. Já, Ruben Studdard og Trey Aiken. Þegar Ruben vann. Já. Söng eins og engill, algjör fyrirlungur. Söng eins og engill. Hvað var hann í dag? Akkur var ekkert úr honum? Hvað er Ruben? Það var öll púðurinn eitt í hann. Hann er í nýju seríunni, maður. Er hann í nýju seríunni hverju? American Idol, það er síðasta serían í gangi núna. Er hann komin aftur að reyna að vinna hana? Nei, hann er bara svona að hjálpa að dæma og syngja með og svona. Já, en er það eina sem hann fekk, þú veist? Og Clay Aiken, hvað var hann? Hann er líka í nýju seríunni. Hvað er Clay Aiken? Þessi gauð. Leit út eins og síktu simpansi maður. Ekkert að gerast fyrir hann. Þetta lið er náttúrulega allt búið að vera á Broadway og svona, sko. Já. Og þau fá hellinga giggum og svona, sko, bara þú veist ekki að því þú byrð ekki í Bandaríkjunum. Ég held að Ruben sé satt bara að spila, þú veist, á okkur knæpum, sko. Nei, ég held að hafa ágætt, sveið með það. Ég var alltaf hrifin á honum. Ég er mjög hrifin á honum. Það komið tíma á slúður hér í FM 95 blöð. Yes. Og ég ætla að byrja slúðupakkan á rándýrun leikara sem heitir Antonio Banderas. Já, ég veit hvað það fara að segja. Hann er alveg með, hann er á Íslandi. Hann er á Íslandi, maður. Og What? Já. Okkur vissi ég það ekki. Antonio. Mér finnst ótrúlegt að þú vissi það ekki. Og hann setti mynda á Twitterin hjá sér og ég veit ekki hvað og hvað. Hvar er hann? Ég veit ekki, hann sett á Twitter, nú þarf ég líka að viðurkenna, ég held að ég var gjössal inn í öllu slúðri, náttúrulega með slúðri í FM 95 blöð, búin að vera með það í 5 ár eða 4 ár eða eitthvað, en hann byrti mynda sér og unnustun sinni, hollenska fjárfestingaráðgjáfanum Nicole Kimball, og þau eru að byrta allar loftmynda Grindavík og íslensku landslægi. Fóruð þið Grindavíkur? Já, hvenær hætti Antonio Banderas með Melanie Griffith? Mér fannst alveg ótrúlegt hvað það samband endist, því að Antonio Banderas lítur alltaf út eins og $1 million og hann lítur þrjusum vel út í dag. Já, hann er bara æðislegur þarna, en eins og Melanie Griffith, þar er gott merki að fara ekki of langt með lýtaðgerð, því að það hefur alltaf verið hrikalega hugguleg kona og rosalega sæt. Hún tapaði sér lýtaðgerðum, hún lítur út eins og önd í dag.
Ég er ekki íkja, sko. Sem fræg leikkona, sko. Og ég held að hann var ennþá með henni, en hann núna greinlega komin í. Hún þá með góða fett á mjóbakinu og eins og öndi? Nei, bara andlitið á hann, bara ljótt að hlæja þessu, sko, því andlitið á hann alveg bara, veist, hún og Goldie Hawn og fleiri alveg búin að rústa sig, sko. Já. Ég held þetta sé náttúrulega sama með tattoo. Ef þú færir tattoo, en þú veist, ekkert allir, getur ekki hægt. Ef þú myndir fara núna að láta laga 3 hrukkur hjá þér, þá færir speil og hugsa Ég var myndið að sjá Ray Liotta, en ég er búin að sjá hann núna nýlega. Nei, menn hann er svo tyggigúmi. Hann lítur út svo tyggjó, sko. En eins og Antonio, yngdan upp eða, hvernig var það? Já, mér sýnist það. Ok. Antonio Banderas. Hann yngd upp. Hann er 55 ára. En sko, en Antonio Banderas, þú veist, þegar hann var með síða í Desperado, kaffibrún, ég hefði gert niður mig. Ég veit ekki ef hann lappað inn til mín og ég hefði verið bara sérkistlagur heima. Hann lappað inn til þín? Hvað meður? Bara ráað inn eitthvað heim. Það væri bara röllandi í Kópavogi og myndi lappa inn til þín. Ertu að segja að þið langi bara að sofa hjá, hafið langið að sofa hjá það? Nei, hefur séð hann á þessum tíma, skal bara snúa skjánum minna. Ég er góður, sko. Hann er kaffibrúnn og var leikið Desperado. Horfa á þessa mynd, ég man alveg eftir honum í myndinni, sko. Horfðu bara að það Við erum bara að sjá þessa mynd. Já, hann er rosalega flottur að það. Glæsir eftir einn. Það er eitthvað að því. Ekki bara rosalega flottur að það. Hann er í ruglið að það. Já, ok. En býtum, við verðum að stoppa þessi. Sérðu bara Antonio Banderas í Desperado. Þú myndir bara vilja sofa hjá hann. Akkur segir ekki bara, þetta er bara huggulegur strákur og þakka fyrir hann barði mig ekki með tölvunni. Nei, ég veit ekki, en hann er hérna bara á klakanum eitthvað ráandum. Já, hann er í Grindavík. Það gleður mig. Það skrítið stað til að fara á. Ég meina, Grindavík, er það ekki bara blá lóni? Hvað gerir í Grindavík? Það er gimm aðna og þú getur ekki gott búst aðna líka. En heldur að hann sé að koma til Íslands til að fara að fá sér búst og fara í gimmið? Nei, mér finnst þetta ekki. Það er virkar í toppstandi. Ef hann er í Grindavík, er hann þá ekki í lóninu? Já, getur verið. Það er gott fólk í Grindavík, ég kann vel í Grindavík. Já, fólkið í Grindavík er aðeinslegt, en hann er ekkert að hanga með því, sko. Hann er bara með konunni og bara slakur. Svo er það Kanye West. Það er náttúrulega bara alveg sama hvað slúðursíðum að fyrir inn á. Hann er búin að gera allt vitlaust eftir þessa tónleika sína, þessa sýningu sína í Madison Square Garden í gær. Já, veistu hvað, á mínum að Kanye West er hann er einn mesti listamæður sem uppi við erum ekki kjóðum, hann er alveg með þetta Hvað gerði hann? Núna var hann sem sagt hann er með texta í einu af nýju lögunum sínum þar sem hann segir að hann og Taylor Swift eigi örugglega eftir að sofa saman því að I made that bitch, segir hann, famous Sko hann segir í laginu, þá kemur hérna I feel like me and Taylor might still have sex I made that bitch famous Og nú er allt vitlaust því að Kanye segir að hann hafi hringt í hennar fólk og fengið leyfi fyrir þessum texta En hennar fólk, þú veist þessu aðstæðan segja hennar fólk En já, svona er þetta í þessum bransa Þau vilja meina að hún hafi ekki gefið leyfi á þetta og henni finnst þetta ógeðslegt og nú er þetta óvinnur aftur Meet celebrity beef En hann er alltaf komin í illa fram með Taylor, finnst mér Nei, hann tók hann niðurlaði hana på sviðinu Já, svo þau voru orðnir góði vinni, sko Já, en nefnið eitt snilling sem er ekki kólgeðugur Já, þetta fylgir algjörlega Og hvað heldur að Kanye West minna ef að einhver umbóðsmaður en að Taylor Swift það ringti hann og sagt, nei, herru, hún vill ekki að textin sé í laginu Hvað heldur hann að það bara tekið út Kurt Russell er snillingur, hann er ekki kólgeðugur Já, ég er mikill Russell maður hann er alveg snældu við Nei, hann er alveg með þetta Kurt Russell, við vitum ekki til það Og svo meira með þessa tónleika, þessa sýningu hann í gær því að Lamar Odom lét sjá sig í fyrsta sinn opinberlega eftir að hafa dáið á hóruhúsi og hann var Það búið að pumpi hann lífið Það er jákvæmt Ég held að hann er still breathing Jú, bara Khloe Kardashian mætti bara með hann eins og Weekend at Bernie's bara með líkið hann og Tveir gæjar að bera hann og með hendur hann í jakkanum hans og hann var bara í miðjunni bara slakkuð með sólgleru Weekend at Bernie's, þetta eru bestu myndir sem gerðar að vera Weekend at Bernie's 2 er vestamynd sem ég sé Besta myndir sem ég sé, Weekend at Bernie's 1 Weekend at Bernie's 2 The Pest og Melur, hvar er skrjóðurinn minn Já, Dude, Where's My Car Og vinir hans, sem sagt Lamar Odom, þeir hafa miklar áhugjur hann sé að henda sér aftur í sviðslösa því að hann og Khloe eru ekki byrja aftur saman þau fóru saman á svo tónleika og paparazzarnir voru út allt og eins og segir, þetta fyrstu myndirna sem að nást á honum eftir þetta atvik Voru þau saman, Khloe og hann Þau voru gift sko. Já, voru þau saman í þessu í gær hann þú var ráandum Já, ok Já, þú veist, hann dó á hóruhúsi Þú veist, myndi maður ekki kópla sig eitthvað út Akkur er hann ekki heima bara með snakk í naflanum og er að slaka á Akkur er hann mættur einhvers Ég er búin að taka 3 daga á þjóðhátíð
þá fer ég stundum og lítið speil á mánudegi og fer svona þetta, nú fyrir hann sögst í gang. Ef ég fer á happy hour á dönsku, þá er ég bara inn í viku. Ég fer ekkert út, ég er bara hrættur. Hann var í viku á einhverjum kassa, út og dópar og dó. Já, og svo var hann bara mættu núna, hvað er þetta ekki bara 3-4 viku síðan þetta gerðist? Nei, nú komið góð tími. Menn verða að halda áfram í líf sitt, það er enda þannig. Þetta var slúðupakki dagsins hér í FM. Er það fengist með Khloe Kardashian á Instagram? Nei. Hún er búin að hendi nýtt lúk, hún er alltaf að sjá hann einhvern veginn. Ég veit ekkert hvað systur. Hún er búin að rífast þessi gangi í gimminu, hún er ljósar og einhvern veginn. Já, ég sé hérna, hún er ljósar. En herru, við vorum búnir, strákar, að finna. Sérðu þessa mynd hérna? Sérðu myndin hérna? Það þarf ekki alltaf að sérðu lúki sem hann hendi hérna? Banderas? Nennur að taka þetta nýtt? Já, mér er bara, sérðu Banderas hérna? Ekki vera að sína okkur myndir af Banderas. Ég get svo svarið það bara. Ég veit hvað Banderas er það með. Ef við eiginlega kíktum á samt hérna bara svona rétt í lokin. Ég veit þú vilt hérna fara að kvötta okkur. Nei. Langar þig til að prófa eitthvað nýtt og skemmtilegt? Komdu þá í Pólsport. Skráning er hafin inn á pólsport.is. Allt lítur betur út með blómum. Í dag er 20% afsláttur af öllum blómvöndum fyrir N1 korthafa. N1. Hluti af blómlegum föstudegi. Hvað er skemmtilegra en að vera hel skafin? Nefndu einn hlut! Fitnessport fyrir fólk eins og þig. Kemur þú með Evrópumeistaratitill til Íslands á föstudaginn? Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Jójó ís með franskri vanillu. Jójó ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski bar. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við þökkum þér kella fyrir það. Þetta er hann Zayn Malik með lagið Pillow Talk og vitið hvað þetta er, drengir? Zayn Malik. Ég hef ekki hugmynd það. Þetta er bara flott lag. Já. Þetta er gaurinn sem hætti í One Direction. Herru, þú ert að fara að skoða núna myndir Antonio Banderas í baði. Ég er að horfa. Sko, ég rakst á þessa mynd á hann. Hann er bara í tölvunni hérna. Þetta er úr kvikmyndinu Assassins. Já. Herru, strákar, vitið hvað? Akkur, hvað er svo langt síðan við fengum hlustendur til að posta myndum af sig hvar þeir eru að hlusta þáttinn. Já, það er svo við getum valið eitthvað og getum ekki gefið einhver velun okkar. Já, það er gefa free shit náttúrulega. Það er skemmtilegur á sumrina því að þá er fólk gótt út í garði. Já, er ekki fólk bara í bíl núna og eitthvað. Já, núna er samt bara, það er allt í lagi. Það er blöð og mistar því aðan, ég fór upp með Stóni aðan upp í mötuneyti. Já. Og vorum eitthvað að spjalla eitthvað og þá allir barst talið að CrossFit sko, ég var að borða eitthvað egg og hann sagði það sé mjög létt og hann getur rúlað því upp, hann getur unni CrossFit. Já, við vorum að tala Biggest Loser, það væri En það er nýjasta hér núna, þú getur rústa CrossFit. Það var ekki búin að grennast í þessu, ég sagði þeir eru bara í einhverju CrossFit-æfingum. Já, veistu hvað CrossFit er erfitt? Já, erfitt? Nei, ég veit nú ekki hvað CrossFit er erfitt. Hann var með fyrirlitningarsvip þegar hann sagði CrossFit. Hann er gríðlega mikla fordóma fyrir því, sko. Er það nýjasta hér núna? Nei, ég er að segja, þú veist að, ég veit ekki eins og hvað, sko, hvað er CrossFit? Þú ert að vinna mikið með þína í líkasting. Já, og með stangir líka og með upphefingar og þetta er svona. Ég myndi að segja að það væri þægileg. Ég meina, þú getur til dæmis bara, ég geti mánu, ég ætla að put you on the spot hérna. Það væri til þess frábært að sjá þig hérna upp í vegginn hérna, gera svona handstöðu armbeigju, þar sem þú ferð hérna. Er það CrossFit-æfing? Já, þetta er gert í CrossFit. Já, ég get lofa því að það er eitthvað. Þá þarf hann bara að standa á höndum upp í vegg og slaka sig niður og hausinn snerti gólfið og pressa upp. Þetta er svona basically Glætan ég geti það. Það meður geti staðið hérna upp í vegg og tekið einn arpu. Dreftur án grís. Þú vart að standa á höndum. Ég geti tekið allar CrossFit-æfingar. Þú vart að standa á höndum, fara með hausinn niður og aftur upp. Já, ég veit það. Ég er ekki að byrja mig að tala ég geti gert 100 þannig. En ég get gert ég geti meira sem gert 5 þannig. Já, alveg svo þú getur lettir að það ekki komið ofan í Formule 1 bíl og gerst góðu knapi og tekið 100 km back. Ég er bara full að trúi ég get gert góðu knapi. Hver getur ekki gert góðu knapi ef ég hefði tíma til að hanga upp í hesthúsi? Þetta er ekki góðu knapi. Hann er að
bara að henda sig. Já, það enginn í Íslandi með meiri trú á sjálfum sér. Hann góð fyrirmynd að Steinþór, því að hann með overtrú á sjálfum sér. Þetta góð skilaboð til... Já, við getum sagt... Þetta ekki flókið, við sko að gera núna. Ég ætla bara að færa þennan stól hérna. Ég get lofa þér. Þú tekur þetta bara hérna við vegginn. Ég held þess að snappa. Það algjör óþarfi. Ég get sagt þér eitt. Þú getur látið mig í rauninni gera hvaða æfingu sem í CrossFit. Ég geti gert það allavega 1 til 5 sinnum. Nei, fyrir utan kannski, ég held, ok. Að hífa mig upp á eigin líkamsþyngd. Ég geti tekið 10-15 upphýðingar. Ég ekki tjókið, ég get það. Þú breytir ekki eins og Nei, ég held ok, Steindi, ég ekki að greina svona. Ég gæti það. Ég sverða við líf móðum minna. Ég mjög handsterkur. Ég held þú væri byrjar að fíblast í okkur og þú væri bara að þykjast. Þú ert ekki að svona grínast. Heldur ég alveg þú getur lappað inn í CrossFit-sal og rúlað því bara upp? Nei, ég get ekki rúlað upp. Ég get segja, herri, ok, ég myndi að lappa inn í CrossFit-sal og það væri einhver prik hangandi í loftinu. Og þú segir, herri, getur þú að lyftir upp á þessu priki 5 sinnum? Já, ég gæti það. Áður það eru 15. Já, ég get alltaf tekið 5. 5 af öllum. Prófum bara hérna. Ég er búin að opna snappið. Prófum bara hérna. Já, það er komið. Farðu bara inn við vegginn. Þú setur bara lag á, fólk lokar sér bara á snappið. Ég er ekkert að fara að gera það núna. Þetta ekkert mál. Þú tekur hérna, þú sagði nú getur farið. Ég í gallabuxum og ég ekki með lyftingaföt. Ég ekki með lyftingabelti eins og þetta fólk með nýrlífa. Þú þarft ekki lyftingabelti til að lyfta sjálfu þig. Nei, ok, ég get gert það. Já, komdu hérna. Já, gerum við, fá bara lag. Já, ég ætla bara að taka þetta fyrsta snappið. Ég get ekki tekið mikrofónu með mér, sko. Ég skal lýsa fólki hvað er að gera þetta. Nei, við gerum þetta, ætlum ekki að gera það bara það ekki með lag. Já, ég bara tökum þetta upp núna og setjum þetta inn á snappið. Þú tekir það að fresta þessu, sko. Nei, komdu bara hérna, þá getur sagt að þú komið á staðinn. Ég er að segja ykkur, ég get gert þetta, við getum sleppt þessu. Já, það verður gaman að sjá. Núna þurfum við að tengja snappið ykkar kæru hlustendur, farið inn á FM 95 Bló á Snapchat. Steindi Junior ætlar að lyfta sér upp. Ég hef trú á þér, sko. Ég hef enga trú á þér, sko. Ég veit ekki hvernig ég á að vera í þessu. Hvernig þú ert að vera? Hvað minnar þið? En þú varst í leikum með oss lítill, svona bara basic handstaðið fyrir vegg. Það er nú ekkert sérstaklega flókið. Það er að koma og vera hjá mér. Já, hvað, vera hjá þér, ok? Passa ég detti ekki á borðið. Þú dettir ekki á neitt. Þú fer bara, ok, við setjum að lag. Ég ætla að setja þetta snappið, farið inn á FM 95 Bló snappið og tekja á þessu. Á æðið minni, ef þið farið inn á snappið okkar núna FM 95 Bló, þá sjáu þið Steinda, hann gæti ekki eins og farið niður með hausinn. Það er líka þegar við erum á teppi, ég var að segja. Þetta er að lénast það sem ég sé. Þetta er vant maður, ég drepast í úlum. Hann slasaði sem eftir þegar fór niður. Þú greist mig. Og hundir einhvern veginn niður. Já, ég held að allar slakaði bara niður eðlilega. En hefur hvað drepast í úlunum. Ég drepast í úlunum. En hefur hvað sagði hann? Ég get kannski ekki tekið 5-10, ég get alltaf tekið 1. Þú gast ekki farið niður með hausinn. Já, hef ég verið í Þú gast ekki farið halva leið. Hef ég verið í líkamsræktarsal. Enn og aftur er búið að þakka niður í þessu. Hef ég verið í sal. Ég var fann að halda og geti náð einu. Ok, leið mér að fara í stuðbuxur og hlýraból með magabelti. Stuðbuxur? Það bara munar öllu og vera með grip í gólfinu. Þú sko, þetta er vond að vera teppi í þessu. Það er ógeðslega vond. Heldur þú gæti þetta að vera í stuðbuxur með magabelti? Hvað er þetta? Og á íþróttagólfi. Þú ert okkur livjum. Ég er ekki að grínast. Nær maður einhverju grip á þessu teppi hérna? Já. Alls ekki. Egil gerði þetta léttilega þegar hann var að reyna að sína þetta. Ógeðslega vond á þessu teppi. Egil hefði geta gert þetta svona 10 sinum. Þetta var satt, ég er auðvitað, þetta er lífgápa daginn minn. Já, þetta getið séð eins og það munaði mjög litlu. Nei, þetta munaði mjög miklu. Bara alveg svo með backpressuna þeirna. Við á FM 95 Bló snappið og prófið þetta heima, kæru hlustundur, þeir sem eru í toppstandi, farið valega. Já, þetta er fínt að það koma ykkur í stand, en það er eins og að komi núna að dagskjölið sem heitir Hvort mynduru frekar. Já, komið að því. Og já, eru þið tilbúinir, drengir? Já, hárrétt. Og þetta eru 3 spurningar eins og alltaf og fyrsta spurningin, hún kom hérna á Twitter og ég var mjög ánægður með hana. Það er einhver sem kallar sig Þunnur á Twitter og hann spyr hvort myndið drengir, hvort myndið frekar aldrei þrífa okkur fermingafélagann aftur eða aldrei þrífa restin af líkamannum aftur. Og þetta er mér góð spurning. Þetta er grjótart nafn á Twitter, Þunnur. Já, ég er ánægður með það. Það er rosalegt nafn. En þetta er samt erfið spurning, sérst. Vera alltaf með svitalykt. Alltaf svitalykt. En hreinan til það. Já, en þú ert að spyrja því. Það er basically konceptið í spurningunni, sko. Já, en þegar maður fer í sturtu, er það ekki svona sammála því bara sem karlmenn að það er svona eiginlega mikilvægast að þrífa það svæði?
Já, samt undir höndunum líka mikilvægt, sko. Já. Og líka hausinaður, því að fyrir mig sem með þykkt, gullfallegt hár, sko. Því þarf að bera hárnaringu það. Já, það þarf að setja hárnaringu. Það var að bera hárnaringu? Já, alveg, ég set sjampo og hárnaringu. Já, ég var ekkert að vinna með hárnaringu. Þess vegna mistur þú hárið. Þú varst bara að vinna með eitthvað róðstært sjampo og hafið það í hárinu ennþá. Þurrkað, þú þóðir að þess vegna misti ég hárið, því ég nota ekki hárnaringu. Þetta er alveg stór hætt. En sko, ég er að tala, má skóla fermingafélagann eða bara... Þú mættir hendunum undir vask einu sinni viku. Það mátt bara ekki þrífa hann, þú mætti fara í sturtuðinu og ekki þrífa hann, hann var í póka eða eitthvað. Nei, hann var ekki í póka. Þú mátt ekki þrífa hann með. Hvernig plastbóka? Hvort myndið þið velja, drengir? Ekki vera að flækja þetta eins og ég gerði alltaf. Málið er, ég nenni ekki að labba út allt og það er svitalegt að öðru. Ég þarf að velja því miður, ég þrýf líkamann á mér og ekki penisinn því miður. En þú, Steindi? Ég held ég myndi akkurat hafa þetta öfugt. Ég held að ég myndi hafa þetta öfugt. Ég er ekki að grínast. Það verður vond lyktaðu hvert sem ég fara. Það málið að þú getur úðað á þig alls konar góðu stöfi. Og að þú ert með góðan spýra og að þú ert ekki að taka mikið á, að þú passaði bara að vera ekki að svitna mikið. Komin í jakkafötum að fara ársóttíð og að lykta. Það er náttúrulega hrikalegt, en þú ert náttúrulega búinn að úða mikið á þig. En með hreinan penis, þannig að það er kannski björstu hliðanar í þessu. Alveg mjög hreinan penis. Þannig að við erum sammála með hreinan penis en Egill tekur hitt. Já, við erum sammála með það. Ég spurði ykkur daginn hvort þið myndið frekar taka Snapchat eða Instagram. Nú spurði ykkur hvort myndið frekar aldrei aftur fara á Facebook eða aldrei aftur á Twitter. Þetta er erfið spurningar sem þú kemur með. Ég myndi minnst að mjög létt spurning. Ég myndi aldrei aftur fara á Facebook. Hverju hatar þið Facebook? Ég er bara aldrei á Facebook. Ég held ég sem sammála Steinda aftur, ég tæki frekar. Ég er aldrei á Facebook. Sko Twitter veist með oft svona skemmtilegra sko. Já, ég nota Twitter miklu meira. Og líka einhvern veginn skemmtilegra fólk einhvern veginn á Twitter. Því að sko röflararnir eru meira á Facebook sko. En samt er oft gaman að sjá fólk röfla. Það er ákveð stemning í. Twitter er fólk bara skemmtilegt í 140 stöfum og málið er dautt. Á Facebook er alltaf, þú veist, það er væl sko. Þannig að þú tekur Twitterinn Egill, með þú taka Twitterinn líka? Ég nota líka sko Facebook tjatti svona. Þú poppar svolítið þar upp enna, veist, með spjallum eitthvað saman félagarnir og... Maður notar þetta Facebook spjalli mjög mikið og ert að spjallaði fullt af fólki svo myndir kannski ekki heyra mikið í þannig séð, mikið af kunningum líka og þú veist, ert að ná einhverjum hér og þar. Mætti ég launcha MSN og tjatti þar þá bara? Það er enginn MSN. Nei, reyndar ekki, góða bútur. En þú getur reynda að trenda það í gang, reynda að fara Ég þarf að offa Facebooki, ég tek Twitter. Það er bara þannig. Svo er það síðasta spurningin, ég þarf að spyrja ykkur hann í sikurinn lagi. Steindi, aldrei aftur reykja eða aldrei aftur drekka? Má ég taka þessa? Veitu, en hvað ætlar að spyrja Egil, eitthvað öðru? Já. Þetta er nýtt tvist hjá blöð hana. Og já, sikkur spurning. Ekki saman spurningin. Yes. Sko, ég myndi Mæntala hættar reykja. Já, sem er líka bara óskiptur ósiður og þetta er bara við. Nákvæmlega, og ég er eiginlega hættu því sko. Nei, það ertu nefnilega ekki. Ég er komin í svona póka. Ég sé að þetta er glæni pókar þú með. Já, þetta eru fínir pókar hérna. Snusmynd frá Kamel. Þannig að það kaupir þetta. Er þetta búin í búið það? Já, þetta var keypt úti og Bandaríkjunum og ég maður er svona að prófa þetta. Varstu smiklaður sinn? Nei, maður segir nú ekki smikla en það var óvart í vasanum. Sko, ég ætla að við hættum að reykja það. Og ég er líka eiginlega bara hættur að reykja. Aldrei aftur taka pre-workout, nýjar post-workout eða aldrei aftur drekka? Shit. Guð minn almáttur. Sér hvað hann fekk létta spurningu. Létta? Já, fyrir þig. Pre-workout eða eitthvað eftir workout á móti drikkinu. Sko, það er svo gaman að henda í kurs rétt fyrir æfingum. Maður er alveg kolgeðugur á æfingunum. Maður tekur það sín ekki þá maður er þreyttur og sleið niður manni. Ég skil ekki hvað ást að segja. Nei, bara svaraði ill. Já, þetta er bara ekki auðveld spurning. Þannig að ekki bara svaraði ill. Og síðan elska ég að fá mér rauðvín með steikinu minni, hvítið með hömrunum. Já, þú ert líka til að fá þér allt og marga bjór og planta það og skemmtist þú. Já, ég elska að ég planta mig líka þegar það gerist. Það er mjög gaman. Hvað þarf það? Fokk! Ertu í alveg að hugsa þetta mikið hvort þú viljið hlaupabretti fram með nokkra bjóra? Já, ég tek pre-workout miklu oftar. Því ég nú það hver minnst að degi. Bjórin er occasionally. Ég segi pass. Nei, þú var að svara. Ég vel pre-workout. Ég ætla að vera bindismadur, ég ætla bara að vera svo Herbert Guðmunds. Hér eftir smá stund nýr dagskrárliður þar sem við Steindi Junior hringjum okkur inn veika í fyrirtækjum. Singer Twister á KFC er einmitt það sem ég þarf núna. En þú, stakur á 929 og boxmáltíð með frönskum, 3 hotwings, gosi og kongasúkulaði á 1899. KFC, svo gott.
1818. Tvöfalt auðveldara að muna. Já, svarið. 24 tíma marinering og 4 tíma eldun. Þannig matruðu við rifin okkar. Dirty Burger and Ribs. Hver hefði trúað því í september að Arsenal myndi vera í eltingaleik við Leicester titil og Evrópusæti í febrúar? Enginn, og allra síst Arsenal-menn. Tippaðu á Arsenal Leicester. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Degraðu við ástina á Valentínusardaginn. Laugar Spa. Pantaðu pítsu í síma 578 88 88 eða á pizzan.is. Í fyrsta sinn á Íslandi. Endalaust tal, endalaust SMS og endalaust gagnamagn í GSM á aðeins 2.990 krónur á mánuði. Lífið á stutt til að flækja hlutina. Einfaldaðu dæmið og hringdu núna í síma 1817 og fáðu þér endalausan GSM. Jójó ís með Oreo keksi. Jójó ís, Nýbílavegi og Egilsgötu. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Hljómsveit kannski, ég veit það ekki. En það er allt og gamalt til að vera að vinna á þessar útastöð. Lagið heitir Lean On og maður þarf vist alltaf einhver til að lean on. Það er svoleiðis? Já. Maður vel upplagður og þá er alltaf gott að hafa einhver til að lean on. En það er komin tími á nei, við viljum ekki að fara í nýja dagskrárliðin strax, henni þetta næst. Það er fyrst spurningakeppni Gilsana stendur hérna. Komið að henni? Já. Það er veistla, við ekki Ég er kvíðin fyrir því, hvað er núna aftur? Nei, það er mannasiðir, já. Það er ágætt. Já, þetta er bara svona, þetta er sko, þetta er ekki dónalegt. King of mannasiðir. Og þetta er bara svona basic mannasiðir. Það er svona, þetta er svolítið athyglisvert bara, sjá hvernig skorið þarna félagarnir. En byrjum hefðbundi kannski bara á trailer og... Ég er búinn að segja þér að ég sendi þér á Facebook að við yrðum að fara að hætta með þessa trailer og þá var ég ekki að djóka, sko. Ok, en, hérna... Skal ég gefa smá hérna? Nei, við varum leys, geðu mér restinu núna. Ég get ekki, það er ekki hægt að spólinni það. Það er ekki hægt að spólinni? Ég veit það ekki. Ok, láta það að rúlla og hérna, og ég byrja og þegar það kom mínút inn í hann þá setur sleðan aðeins upp. Ok. Akkur er endirinn svona góður eða? Nei, ég fæ alltaf að heyra byrjun, ég eitthvað þýlikum metnið að gera 2 mínútur langa trailer, það er aldrei. Það er mjög særandi og... Herri, já, hvað er þetta? Þetta er King of mannasiðir? Já, þetta er basic mannasiðir bara. Þannig að maður vill vinna, það er nú ekki oft sem maður vill vinna þessa kemni. Já, þetta er eiginlega, þú vilt eiginlega vinna þetta. Það er ekki þannig, þannig að... Þetta var að spyrja okkur hvort þú einhvern veginn farið í þveng. Gleftu því. Já, ég láta það eiga sig í dag. Hvað var það spurninga? Nei, ég veit ekki, ég lögði maður inn, ég veit ekki hérna. En ég skal bara byrja með þetta bara hann. Leikur þeir við matiðin? Leikin við matiðin? Já, þú veist, það út með... Þetta Búið til kalla á? Já, bara ég held að vera að tala um bara Nei, bara út að borða eitthvað, ertu eitthvað að leika eitthvað, veist, ertu eitthvað með eitthvað trúðslæti við matina? Búið til kalla og pítsu og eitthvað svona? Já. Nei, ég læta það eiga sæn, það er í 35 ára. Já, ég er ekkert í því heldur. Ok, þið er ekkert í því? Nei, fá báðastig. Það er punktur hana, báða, það er bara hannig. Hvað er það restina? Já, eitthvað play nú. Er trailin ennþá í gangi? Já, spáðu þetta vera bara ennþá. Sko, þetta er það sem ég vildi heyra, það er restan lókin. Þetta er það sem ég vildi heyra. Næsta spurning. Ok. Hefur þú rópað í mataborðið? Já, einhvern tímann yfir ræðina. Það er ekki punktur að blöð þar. Það glætana steindi geti logið þessu því ég hef verið með honum þegar hann rópaði mataborðið. Ég kalla hann ógeð. Já, ég fæ punkt þetta. Rópaðu við mataborðið? Nýlega, sko. Ég bara, ég misti það út í mér. Já, ég bara... Bara ykkur lönns eða? Nei, bara... Við vorum einhverju fínu veitingastamir. Þetta var bara óvart. Það var ógeðslegt. Óvart. En þegar þú ert gestur í matabóði, bara í mat og dinner hjá okkur í félögum, ekki að tala út að borða og þarft að hægja þér, biður fólk að afsaka þig því þú þurfur að skreppa aðeins úr salerni þegar þú stendur upp. Hvað meina það? Maður tilkynna maður sem var á klósett? Já, bara, hvað meina það? Sorry, ég er að fara að skýta hérna. Má ég skýta hjá? Nei, afsaka þig. Afsaki mig, ég þarf að skreppa á salerni. Afsaki, ég þarf að skreppa aðeins á. Já, segir þetta. Já, ég segir frekar bara afsaki. Nei, ég segi bara að ég þarf að kíkja eða eitthvað. Nei. Hvað segir ég? Ekki standið með þegjum hljóða laust og fara og hægið? Nei, maður segir, þú veist, maður stendur upp. Já, maður segir bara svo, herri, ég ætla að henda bara aðeins á klósti. Já.
Það svona eiginlega. Já, en þú veist, það væri kurteis að segja, afsækið mig, ég þarf að skreppa á salerni. Ég hef alveg örugglega sagt það, sko. Ég bara tala ekki þannig því miður. Nei, ég veit það. Ég mjög líklega sagt það. Nei, Steindi, hætt að ljúga til að fá punkt. Ég ekki að ljúga. Alveg óþolandi. Nei, ég ekki að ljúga. Gætir að sagt þetta. Þú aldrei, hvað hefur við borðað oft saman? Þú sagt afsakið þarf að skreppa á salerni. Aldrei. Þetta segir ekki þig. Nei, erum við ekki að tala um að við varum í fínu matabóði og fullt af fólki situr, spjalla saman, fólki kannski komið í glas og svo svo þarftu kannski að taka gamla góða töstin á þetta og þú segir, afsakið, ég ætla að kíkja aðeins á klósti. Það svona 10 sunni meiri líkur. Þú mútti að segja, kallinn ætlar að kíkja eina smelli og skeinu, kemur þetta smá? Nei, ég trúi ekki að Steindi sem var að ljúga þessu. Hann nokkuð sannfærandi. Ég hef sagt þetta þá líka. Þú varst að segja að þú hafði ekki sagt þetta. Já, við tölum ekki svona. Já, ég samt sko. En mér finnst það líklegt að ég er ekki að fá stig hérna. Ég er bara að segja, ég held ég að við einhvern tíma sagt bara, afsakið, ég ætla að hoppa á klóstið. Já, maður hefur alveg sagt afsakið, ég ætla á klóstið. Ég hef aldrei sagt að getið afsakað mig, ég þarf að fara á salernið. Nei. Það var spurningin. Hvoru er búnt bara? Já, hvoru er búnt. En þegar þú mættur síðan á salernið í þessu sama matabúði, passar þau þá að sturta niður leið og leggur hann fyrsta til að minnka lyktina? Já, alltaf. Þannig þið sturtið 2 til 3 niður í einni hægingu. Þetta trikk með þess að þegar þú settir það í bókinu og viðurkenndi það. Já, það er sko. Það er alltaf þannig sko. En tóks ein hæging getur verið með 2 til sko, þú sturtaði 2 til 3 svarar. Nei, maður hægir sér sturtar, skeinir sturtar og skeinir aðeins meira og sturtar. Þetta eru 3 sturtur. Ég með þess að lent svo. Svo tekur þú loka skeinuna standandi. Ég líka aldrei að hlusta ein auka skeina. Ég get svo svara, ég lendi því að vera á svona stelpu sem ég var tiltölulega nýbyrjar að hitta og var heima hjá henni. Ég held ég að við skemmt með segna sturtanuðu 6. Þá hefur hún alltaf haldið að þú verið veikur. Þá ertu basically, þá eitthvað aður held ég. Þá hefur hún haldið að þú verið að gera eitthvað bara kókaín. En ef hún hefur haldið bara he's on drugs. Hann búin að vera, hann störta niður eitthvað fíknefni í klóstið. Ég var bara að passa upp á lyktin. Hún verið með eitthvað vinkun sem síman hörði blöðurinn hjá mér hérna. Hann búin að klósti. Hann passa upp á lyktina, hvað það störtaður það 6 niður til að passa upp á lyktin. Hann bara störta 5-6 niður. Hvað stelpa heldur að segja, perðu blöðurinn hérna. Úi, hvað þetta vant eitthvað. Ég meina, þú hefur frekar farið. Ég fann báði punktarnir. Ég ætla að kenna þér eitt trikk. Já, ég veit það. En ef þú hendur í töstin, eitt baldur, einhver staðar hjá sikti, þá gerur það, þú styrta niður, eins og við gerum allir. Svo tekur þú skeinu, styrtar henni niður. Svo tekur þú bara tjekk skeinuna, bara til að aðtöga hvort það sé gerur allt í orden. Og þú getur tekið hana standandi líka, ég er ekki að móti. En standandi skeinu, hvað stendur það með annað fótinn upp á klósitinu og hvað hallaði fram og... Nei, þú ert skeindur. Svo stendur upp. Ég hef aldrei heyrt að menn skeini sem standandi. Það er fyrst sem ég heyrði þetta á æfinni. Við erum að tala þetta auka skeina sko. Standandi skeina. Standandi skeina. Stendur eins og spurningamerki eða setur löppin upp á. Það er farið næstu spurning. En ef þú lendir í svona hrikalegri lykt eins og þú lendir í daginn, þá náttúrulega þarft að fara inn í skáp hjá henni og ná í svona body lotion úða eitthvað ylvað. Það verður að vera réttil og þetta getur mixast illa við lyktina. Ég vil aldrei taka deytar á það. Næsta. 2-2. 2-2. Ertu stundvís? Mjög svo. Það fer náttúrulega alveg eftir. Bara glemdu því, Steinþór Róar. Þetta er nei á Steinþór Junior. Það fer eftir hvert maður að fara samt. Nei, þetta er bara hreint nei. Það er enginn maður á Íslandi sem ber jafnlitla virðingu fyrir 10 mannar á Steinþór Junior. Það er alveg sama hvaða mannasögubóku opnar frá hvaða landi. Það er alltaf minnst á þetta að vera stundvís. Já, það er alveg sama hvað samtala. Ég er mjög stundvís, þú veist þannig bara sjálf. Ég fæ ekki punkt að það, ég viðurkenna. En borðar með munnin opinn og átt til að gefa frá þér búkljóð eins og Rikki G gerir þegar hann borðar? Nei, sem betur fer. Gerir það? Já, það er bara, það getur ekki borða lengur með þetta. Það tala um svona hljóð eins og bara svona jórtra. Já, ég ekki það, það er svona Rikki G búið skána samt rosalega. Við tókum hann að sig gegn. Lásum yfir honum, sko. Já, mér finnst hann bara ótrúlega hann skulle hafa átt konu og barn. Með hvernig hann hagaði sig við matarborðin. Og síðan sleikja. Það er líka bara eitthvað sem hann segir okkur, við hefum aldrei séð konuna á svo barnið hans. Hann var að sleikja putta. Sleikja puttana í matarborðið. En þá kemur, ok, þannig að þeir sést, það er engin búkljóð í mér. Nei. Okay. Borðaru stundum með höndunum? Já, sushi og svona. Já, þegar maður er... En getur maður ekki bara sushi með, bara geta ekki með svona... Prjónum? Já, en það er samt að þú fyrir á fínan sushi-stað, það var ekkert að því að borða með puttum, sko. Maður á það til að grípa í kjúkling og náttúrulega pítsu og fleira, jú. Já, maður borða með höndunum. Já, það er...
Ég ætla eiginlega ekki að punkt fyrir það sko. Því að það taldir ekki góðum manna sér, allavega stendur þið matabórið og leifir dömun alltaf að setjast áður en þú sest? Nei, því miður Ég svo mikið svín í hlamma mig bara Erum við að tala þegar þú ert út að borða eða erum við að tala bara heima? Við erum að tala bara alltaf Alltaf? Það eitthvað sem þú ert búin að tilenga þér Þú sest ekki fyrir að hún búin að tilenga Steindi, þú varst aðan að tala það þú getu í ren í bíó glætana og þú var spenntur fyrir að borða þú býðir eftir að hún setjast Við kaupið ekki eina sekund Ef maður fer út að borða finnst mér gilda aðra reglur Ef maður heima þá maður kannski bara sestur og maður komin í að mixa eitthvað á borðinu líka og hjálpa til þannig ég fæ ekki eftir mig út af þessu ég fæ ekki punkt Sko það 4-3 fyrir blöð og það eru 3 spurningar eftir Þegar þið vantar aðstoð á veitingastað flautar þá eða kallar á þjónin áður en og nærð augkontaktið við hann? Nei, ég reyna að ná augkontakti Ég tek augkontakti Alltaf áður og lætur heyri þér Eða fer og á barinn Ég svona tek næ augkontaktin og segi fyrirgerð Það er loðið Það er dónaskapur að ná ekki augkontakti og kalla En þú kalla, ég held að það veri bara augsambandið og bara mest Augsambandið aðalatrið, síðan einn díl puttu upp þá ætti að gera þetta hárrétt Helst ekki kalla Nei, ég í því, ég með bara augsamband og puttan Veist, maður áli félag sem eru Hei, meistari Já, það viðbjöður Það er ekki gott Það spurningu eftir, ferði sturtu daglega? Já Hún skrítið með þér Steindi? Nei, það er ekki skrítið með mig Hvað er þetta eitthvað gæður? Skrítið Ég ætla ekki svo að taka þátt í þessu Horða á, þetta er þetta típan sem fyrir sturtu okkur en deg Fer ekki fyrir 2 ára það í sturtu kannski 3 ára Já, alveg rétt, þú sturtu víkir Já, ég sturtu víkir og ofta mótnana og svo fyrir líka fyrir svefnin Og þegar að konan ykkar kærasta maki vinkona er að gefa ykkur munnlega ánægju hafið þið óvart leist vind á saman tíma? Nei, hvaða vind? Þetta er margir lent í því Já, margir, hverju? Það var margir lent í því? Ég bara held ekki Heldur ekki? Hvað svipur það er? Það er ekki svipur, ég er bara Hvað svipur, það er svipur hólaböp í rassinu Það er eitthvað skömmust Ég er bara að melda þessa spurningu Þú veist að við félum ekki Þetta er alltaf Ég veit Eftir að grínast Ég hef alltaf verið 100% honest Ég meina þú getur slískend að gerst Þetta getur bara verið afslappaður Ég hef bara ekki mist fred Ég hef ekki mist prömp Í því Hvað er þetta maður? Það er svo skömmust Þetta er bara sömu svörin Hvernig fór það skemmin? Blöð er the winner Hann er king of manners hérna Það var eitthvað stundvísin Það var bara stundvísin Ég meina stundvís er kurtis og það er eitthvað sem þú ættir að fara að kynna Oft mist fred Aldrei These four lonely walls have changed the way I feel The way I feel I'm standing still and nothing else matters now you're not here So where are you? I've been calling you If I lose myself, I lose it all Eru góðar og glútenlausar fréttir Þú getur nefnilega fengið allar 8 tómu pítsur á Dominos með glútenlausum botni. Dominos. You think we're making you a superhero? We're making you a super slave. We'll see about that. Hear the music. Let's go, give it to you. Wait for you to get it on you. I never say this, but don't swallow. Deadpool. Komin í bíó. Með já.is appinu finnur þú stystu leiðina til fólks og fyrirtækja. Sæktu appið á já.is. Það kostar ekkert. Já er svarið. Skráðu þann gamla og leitað af nýjum. Höfðabílar.is. Enski barinn er eini alvöru enski barinn í Reykjavík. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Aftur og aftur og aftur. Kenneth Máni í Borgarleiksinu. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvöru.is. Taco sem dansar tango við bragðlaukana. Serrano. Fresh, happy, Max. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða.
Það held ég, elsku vinir og lífsföru nautar. Þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Steindi Jún, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á sem glæsilega föstudegi og það er komið að glæ nýjum dagskrálið sem heitir Hringja sig vegan. Hringja sig vegan, heitir hann ekki bara? Jú, ég ætla líka að taka fram, við erum að fara að gefa hér á eftir shake og pizzur frá Shake og Pizza. Shake and Pizza. Shake and Pizza. Hvernig ætlum við að gefa það? Ef við að gera ykkur keppni á Twitter, það er skemmtilegt. Grettukeppni. Grettukeppni á Twitter með hashtaginu FN95 Blöð. Besta grettan fær free shake and pizza. En það er ekki svo skemmtilegt. Það jafnast ekkert á við fína grettum. Hvað er það? Við erum að fara að gefa pizzu sem fekk þáttökur rétt í keppninni Specialty Pizza of the Year í Vegas. Simmi Vill er á leiðin til Vegas að keppa með þessa pizzu. Já, það er enda mjög fyndið. Við þurftum nú bara einhvern veginn að heyri honum með það þegar hann er drifur. En herru, er grettukeppnin on? Já, ég meina okkur ekki. Má nota Snapchat filterinn, grettufilterinn? Nei, það má bara taka mynd, en það má nota props. Þú máttu nota eitthvað til að gera grettuna verri. Förum betur inn í það eftir. Það sem ætlum við núna er dagskrálur Splunkunýr sem að heitir Hringja sig vegan og við Steindi fórum hér inn í klefa fyrir í dag og ákvæðum að hringja bara í einhver fyrirtæki út í bæ og segjast vera veikir. Þetta svinni virkaði, þið þurftu bara að hringja eitt símtala mann. Já, þetta er bara dagskrálur sem getur verið komið til að vera ef að þið hafið gaman að þessu við. Við ætlum að byrja á mínu símtali þar sem að þitt símtali var að mínum að þið veistla. Skulum sjá, ég hringdi í Bauhaus og hann keypti, við skulum bara ekki segja mér það. Tekum á þessu. Bauhaus, Daniel. Já, Daniel, sæl, Kitty hérna Einars. Já, sæl. Herðu, kallinn kemur ekki inn í dag. Það er flensa. Hvorfor ekki? Það er flensa. Hæ? Það er flensa. Nei, yngar villis. Ég er að segja þér það. Fáruvíkur. Það er að láta þráin vera hérna innan. Já, ég... Það er að láta þráin bara sjá þetta. Já, ég veit ekki hvað ég að gera. Ég er með 39 gommur held ég, sko. Áttur helgina líka, eða? Já, ég var snúið mín á henni. Hvað vorulega dissunar að þess? Já, ég veit að maður, þetta er... Það er bara... Þú er það sem ekkert þið gera, þú er smælupesti eitthvað svo les. Það er bara Ace Ventura 2 og smúði á gallin. Þú reynir að láta það batna. Já, þetta er samt að vist eitthvað djöfisir dörra ganga, sko. Já. Hver tekur það helgina fyrir mig? Já, það er góð spurning. Það er fátt fólk til að gera það, sko. Já, hvenær áttu þið að vera mætur í dag? Ég held að það hefur verið skráður 3. 3, já. 3 eða 4. Já, það getur glemt því. Þú hérna reyna að koma morgun. Þú heyrið það nú, maður gallinu veikur. En þú lætur okkur vita hvernig það er á morgun samt. Ég gerði það. Ok. Bye. Býtu, það var... Þetta var eitthvað alveg nafn. Já, þú hittir á einhvern náunga, sko. Ringt aftur, segðu bara, heyrðu, ég er bara búin að hugsa þetta. Ég sé bara hættur þetta, sko. Ég fannst þú ekkert meginn ekki taka mig alvarlega því ég ringdi. Ég er ekki að ljúga. Þér, ég er veikur. Viltu koma og finna ennið á mér? Prófa að segja það. Ringt aftur í hann og að því að hann, sko, hann var að kaupa þetta. Hvað staðist þið heit aftur? Þú varst alltaf að vinna mót ykkur þráin, ekki? Segðu bara að ég eftir hérna, heyrðu, mér fannst þú bara ekki taka svo alvarlega. Ég er veikur, þú er að trúa mér. Ég er ekki að fá okkar uppsögnið í lok mánaðar út af eitthvað rugli hérna í þér. Þú getur alveg komið að funda á mér ennið. Kista á mér ennið. Báðast Daniel. Daniel, sælunur, gamlega náttur. Já, sæl. Sæl, herðu, ég ætla að vona aldrei sér ekki að ljúga þessu. Nei. Þú getur komið að funda á mér ennið hérna, sko. Hvað er það? Þú getur komið að funda á mér ennið hérna, sko. Nei, ég var ekkert að viðfengja þig. Nei, því mér fannst þú að hlæja bara eitthvað þessu. Mér fannst þú bara eitthvað að hlæja þessu. Já, nei, ekkert svo leys. Því ef það er eitthvað leiðið, þá hætti ég bara, ég nenni hvort þeir eru ekkert. Nenni ekkert unna þeirna? Nei, ég segi ef það eru svona stælað, þá hætti ég bara frekar. Ég er veikur heima, sko. Ég fengi engan sem þeir þurfa veikur, sko. Nei, þú varst eitthvað að hlæja þig, þannig að þú getur alveg komið hérna heima og fundið á mér enni ef það er eitthvað sem þú ert að gera, sko. Ég har ekkert að gera það, sko. Nei, annars hætti ég bara. Annars hætti ég bara. Veitu, hvað aðeins er þetta? Nei, mér finnst þetta bara aðsnaði, ég er hérna heima veikur og valla get hort á sjónvarpið og það er bara hleyja manni sem að sé að ljúga þessu, þannig að ég vildi bara tjekka það, þú getur bara komið hérna og fundið á mér enni ef það er eitthvað stælar. Nei, það var ekkert mynd svo leiðis. Nei. Ég er hættur. Já, ég er hættur. Ég er hættur. Hvað er þið? Ég er hættur. Halló? Sælunur.
Hvað sagðirðu? Ég hættur. Það ekkert annað. Nei. Heyrðu, þú bara skilur það uppsvonarbréfi. Höfðanbræðinni. Þú náttúrulega verður bara ákveða það sjálfur. Já, ég að segja þér, ég fár veikur hérna ema maður. 39 komur og brennandi heitt enni. Þetta spæla ekkert á enninu á mér, sko. Eina sem ég bað þig að láta það vita hvernig staðan það morgun hjá þér. Já, svo hlóstu. Já, ég get ekkert svarað fyrir það. Ég geti alveg verið að ég leiðis. Ég náttúrulega ég kem inn á morgun ef að gallin er eitthvað ferskari. Segir sér bara sjálft. Já, það var bara eina sem ég sagði líka. Já, ég reyna að láta mig batna. Gerðu það. Mókennu, takk. Þetta var nefnilega hættulegt, sko, en við hringdum og létum vita að þetta væri ekki gaurinn. Já, það hefði samt verið rosalega fyndið. Hefði gæinn mætt á eftir á vaktina. Já. Og gaurinn bara, hvað, ertu eitthvað ferskar eða? Það er greinlega eitthvað kitt eina að segja það. Já, og hvað er bara, kallir hann ferskur? Hann bara, já, þú veist, það er svona nett hussa í öllum landsmörnum, þú veist, kvef og svona. Já, ég er hann ferskar. Hvað, bara hættu að hætta það? Hann bara, já, jú. Þetta hefði verið svolítið fyndið, sko, að leyfa þessu bara að fara áfram. Slæta. En Steindi Junior, hann tók sitt símtal líka og við skulum bara... Ég hringdi aðföng. Aðföng. Skulum heyra þegar Steindi hringi sig inn vegan. Aðföng, Sigga. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herðu, þetta er Maggi hérna, ég ætlaði bara að hringja með einn veikan, ég held ég komist ekki inn í dag. Já, vel. Maggi... Með eitthvað flensu djöful, eingetningssótt eða eitthvað djöfulinn, sko. Fljúandi hár hitt í þessu. Þú ert að vinna henni á lager eða? Já. Já, þá ætlum ekki að samband við hana Ollu. Já, við hvað er Gollu? Ollu. Já, ég meit. Já, takk. Sigga? Já, Olla er hún við. Herðu, hún svaraði ekki. Ég ætla að reyna ekki að samband við hann Garðar. Já. Ræðnablik, sorry. Ekki málega þetta Maggi, það maður alveg fara veikur, sko. Já, ég heyri það. Því miður verði ég að gefa þér samband áfram. Já, ég er ekki að ljúga þessu heldur. Ég trúi þér alveg, sko. Já, maður með... Flensu djöfulinn, ég er með eingetningssótt, sko. Fljúandi hár hitti. Já, þetta er ekki gott, sko. Nei, herru, láttu batna og tala við Garðar. Já, ég ger það. Sigga. Já. Þetta er Maggi þetta aftur. Já, ég heyra henni ekki leitt, það er einhvern veginn enginn sem getur tekið. Nei, kokki Garðan í Olla. Það er svarað enginn hann niðri. Já, ég er bara alveg, geti ekki verið að standa í svona vikur, ég er bara með... Nei, ég veist að ég heyra. Spurning hvort þú skilur sig ekki bara til þeirra. Jú, var það ekki Siggi? Jó, það er Siggi og ég er með flensudjöful, ég er með eingetningssótt. Áttu að mæta á eftir? Já, ég er að mæta í setni vaktina, sko. Ég er fljúandi á henni þetta. Ég held ég verði bara heima, ég held þetta sé bara hálf meat and cheese og calienta fyrir mér, sko, í dag. Ertu búin að ringja upp í heilsuhönd? Ég var eitthvað að reyna að ná í það, það gekk ekkert, sko. Það er að ná í þá, annars ferði hann ekki borgaðan. Já, ég held þetta sé bara Toadfish í Neighbors og saltstangir í Voga fyrir mig, ég er alveg bara sigraður, sko. Já, því trú ég alveg, en þú ætti að reyna aftur að ná í þá. Já, en þú er að trúa mér, ég er búin að mæla mig oft í dag, sko. Já, ég er með solid 39,7 senast ég mælti. Ég er bara inn í bókaldi. Búin að rassamæla mig líka til að vera sjúr, ég er 100% í veikur. Ég trúi þér. Já, ég verð bara að fá að vera heima. Ég er ekki að segja að það er ekki verið heima, ég er samt að segja að það er reyna aftur að ná í heilsuhönd. Já, mér er þetta bara Back to the Future trilogy og bara Biff og McFly og allir þessir, ég er alveg búinn, sko. Alla þessa frasa, skilur, ég er samt að segja að þú þyrftir helst að hringja í heilsuhönd. Ég skal lappa niður og láta þið vita að þú komir. Já, ég hef ekki verið svona slæmur, ég er með þursabit og nýta líka, ég hef ekki verið svona slæmur lengi, ég var bara helst til að grafa upp Coolportis 2 í PlayStation 1, sko, fara bara undir feld og reik inni, sko. Ég er alveg búinn. Allt í lagi. Láttu þið bara batna. Þetta er bara einn af þessum dögum, þetta er bara að fróa sig þrisvar, sko, úr sokkunum og bara liggja upp í rúmi, ég er alveg bara, ég hef ekki verið svona veikur, ég alveg er talað heil lengi, ég hef enga list eða neitt, sko. Sigga.
svo að kynnast þessu dreng sem var stannleik. Ég það var veikur og djöfull var mikið sem hún ætlaði að gera í dag maður. Ég fattaði það ekkert á það. Ég hringdi bara í Bauhaus og sagði eftir að veikur. Þú varst bara að plana alltaf daginn maður. Herru, ég get ekki tala, við þurfum bara að fá lag. Æ, okkur ég að reyna þetta. How Deep Is Your Love heitir lagið allavega. Disciples. Við spilum bara þessa músík og tölum ekki um hana. Já, spilum bara músíkina á þeim. En áður við förum hér í næsta leitrengir. Þá ætla ég að segja ykkur, við vorum með umræðu hér síðasta föstudag. Við rættum mikið um Toadfish úr nágrönnum. Já, akkurat. Hvað hann ætlaði að tóra lengi þar og hvort hann vildi ekki fara að gera eitthvað annað í lífinu og þú fórst svo langt að kalla hann auningja. Ég tek það nú kannski tilbaka. Ég var svona í hitta leiksins hendið inn en svona Er þetta ekki bara strákur sem hefur gaman að leika og er þarna í fínum þáttum í Ástralíu? Jú, ætli það ekki. Þetta er náttúrulega bara Toadfish maður. Ég veit ekki hvað maður getur sagt mikið um hann. Kartan? Þetta er gamla góða kartan sko. Maður hólst upp í körtuna En ég fekk sent á Twitter. Það var maður sem fór í rannsókn fyrir okkur og ég fór að tjekka á svo þetta var rétt hjá hann. Hann er metinn á $600,000. Toadfish. Og það gerir í kringum 70, þetta er svona 70-80 milljónir íslenskar krónar sem hann á, netin á. Á hann 80 milljónir? Eftir að hafa leikið í Neighbours í ykkur 600 seríum og það eru 300 þættir í einni seríu. Já sko, hann er búin að leikið í Hvað er ég gamall að segja okkur ekki? 14, hann er búin að vera í 22 ár eða eitthvað. Hann er búin að leika í sjónvarpsþætti 22 ár. Já, og er metin á 70 milljónir. Hann er á verstu launum. Það er sko bara sögunar. Það er hræðilegt. Þetta er nefnilega ekkert svo gott tímaköpið það. Svo gott, hann er basically frýtt þarna. Nei, ég meina hann er metin á 70 milljónir. Það er náttúrulega Já, það er 20 ár. Þú getur unnið á rúmfattalaðar með 70 ár og 100 kúlu til það sko. Já, bara og duglegur að spara og köpa rétt íbúð og eitthvað. Já, menn hann hlýtur að lifa hátt. Hann hlýtur að taka mjög mikið af kókaini og djamma mikið og keyrum á Lamborghini Sko, hann er 100% Hvernig hann keyrum á Lamborghini ef hann á 70? Hvernig djamma kartan? Það þarf að taka smá rannsóknarvinnu hann. Hvað er hann að gera? Akkur förum við ekki all inn í þetta og reynum að redda viðtalið hann? Ég var virkilega til að syngja í hann. Ég meina, það getur ekki flókið að hringja Toadfish. Nei, ekki fyrst að það er hann ekki bara með númerið sitt á Facebook eða? Dr. Carl Kennedy kom inn til Íslands og spila á Spot. Því miður mista því, ég held ég að vera að skila spóla. Það var nú fælt yfir á Hendrix. Er hann með manager eða? Já, hann er ekki með manager. Hann heitir Ryan Maloney. Hann heitir ekki Toadfish, en leikarinn heitir Ryan Maloney. Og ég segi bara við erum að lofa hér áður en þessi mánuður er búinn að Ryan Maloney a.k.a. Toadfish a.k.a. Kartan verður í viðtali á FM 95 blöð. Sko, það verður ekkert mál. Steindi verður að spyrja hvort það sé þú verður að spyrja hvort það sé að það er í sig. Já, þú veit að spyrja hann því. Ég segi bara við hann. Nei, ég segi bara við hann, herru, ég var að lesa að þú sett metin á 600.000 dali. Það er það ekki? Já. Nú ætla ég bara að spyrja það hreint út. Ertu á kókaini? Og rosalega miklu kókaini. Þetta er rosalega lítið peningur. Hann skellir á það sko. Ég skal bara segja þetta í lokin. Þannig að þeir eru búin að ræða við hann. Hvað ætla ég hvort er að tala verið? Carl Kennedy eða? Hvað hefur þú haldið að Toadfish væri metin á? Ég held að bara náungi sem væri búin að vera í sjónvarpi í 22 ár og leiki í svona 100 seríum á hverjum einasta degi í tökum. Hann er brjálað að gera hjá honum. Ég myndi halda að hann hefði ég veit að ég geila en ég hefði allavega giska á $3 milljónir. Hann ætti að eiga miljard. Ég hefði giska á kannski 600 milljónir upp í miljard íslenskar. Nei, ekki fyrir nágranna, svona 200 milljónir kannski. Já, ég meina nágranna, er þetta ekki sýnt? Það er enginn að horfa á þetta nema Íslendingar. Af hverju er með þetta þá í gangi hérna? Þetta er alveg vinsælt út ennþá sko. Já, það er ennþá að vera súperstjörnur úr svo þáttum sko. Súperstjörnur? Já. Sem eiga 60 milljónir eftir 22 ár. Er það súperstjörnur? Þá er ég að tala liðið sem hættir að þessu Kylie Minogue og allt þetta lið maður. Sko hann er kannski bara að vera all-in á dælinu, kannski hefur lífið hans verið einhvern veginn. Ef þú eru duglega að fylgjast með honum einhvern veginn. Heitasta leikkonan í Hollywood í dag, svo sem var það er bara stólið hvað hann heitir, þess ætlaði ekki að minnast á þetta, en fuck it, ég munna. Leikkonan sem lék á móti Leonardo DiCaprio í myndinni sannsögulegu myndinni, hvað heitir hún? Gaurinn sem kom til Íslands Wolf of Wall Street ljósara sem leik eiginkonu DiCaprio í þeirri mynd. Akkur mann ekki heldur hvað hún heitir. Hún byrjaði í nágrunum bara fyrir nokkrum ára síðan sko. Þannig að nágrannar eru ennþá að dæla sér súperstjörnum sko. Já, en sko Toadfish hefur ekki náðfanga. Toadfish hefur ekki fengið neina myndi með Leo DiCaprio sko. Nei, Toadfish er bara Ég gef hann alltaf að gera það, þá kannski fyrir að breyta nafninu sínu Toadfish yfir eitthvað annað sko. Hann heitir það bara í þáttum. Ég veit að segja við framleiðendur, hörðu
Ég heiti Toadfish og símir hringir aldrei í mér. Það ekki hringir mér. Ég er búin að heita Toadfish í 22 ár. Gæti ég fengið nýtt nickname? Getur einhverju og vinahópnum byrja að kalla mig eitthvað annað sem... Hann náttúrulega á búið að stytta þetta í Tóri. Tóri verður en Toadfish. Já, það að vera, þú veist að hann heitir Toadfish. Tóri bara, að fólk hugsa Tóri fyrir hvað það stytting. Vistu það ekki? Það Toadfish. Þegar maður verið illa við hann, sko sem skrifast að þetta, það setur Toadfish á hann. Ef einhver getur hjálpað okkur, ef einhver að úti veit hvernig getum haft samband með hann. Ég finn bara managerinn. Ég var til ef einhver úti sem myndir nenn að reikna fyrir okkur, ef hann metin á 70 milljónir íslenska krónur, hvað hann með á þátt eftir 22 ár. Það var til að heyra bara peningin, hvað hann með á þátt. Það náttúrulega þáttur og svo held ég ekki stráka, ég get lofað ykkur ég ætla að lofa ykkur bara, ég lofa upp á allt hann á kölkin kúrnum. Það opið hjá okkur til klukkan 11 í kvöld. American Style. Nám í grafík og markmiðlun hjá NTVAF skólanum. Photoshop Expert, alvöru vefsíðugerð í WordPress eða grafísk hönnun. Lærðu og gerðu sjálfur. Reyndir kennarar og raunverkefni. NTVAF skólinn. ntvaf.is. Bríostur, bacon og handgerðar natsóflögur lagðar í faðminn á brakandi fersku bostonkáli og klettasalati. Bið að heilsa bragðlögunum þínum. Fabrikusalatið heiðursborgari vikunar á Fabrikunni og fæst með 500 króna afslætti þessa vikuna. Íslenska hamborgarafabrikan. Hudson Mohawk, Boys Noise, Úlfur, Chick. Laugardagskvöld á Sónar Reykjavík. Túborg Léttöl. Valentínusardagurinn framundan. Mundu eftir ástinni á sunnudag. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Nú á ástin þín eitthvað gott skilið. 2 máltíðir og 8 vængir á aðeins 2.990 krónur. Dirty Burger and Ribs. Lottopotturinn svífur á bleiku skýi þessa valentínusarhelgi. Potturinn stefnir í 23 milljónir. Lottó, leikurinn okkar. Eru góðar og glútenlausar fréttir. Þú getur nefnilega fengið allar 8 tómu pítsur á Dominos með glútenlausum botni. Dominos. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Þeir eru í pásu núna. Enda búinir að vera að í nokkur ár. Þeir ekki alltaf í ykkur djöfis pásu? Nei, þeir eru duglegir þessi drengir. Þeir ekki duglegir? Ok, nú ætla ég að segja eitt. Nú lem ég borðið sko. Nú hvað? Af hverju eru þeir svona duglegir? Eru þeir mættir, þeir eru ekki 9 to 5 sko? Já, þeir eru búin að vera að halda tónleika og gefa út plötur bara síðan þeir slói gegn í X-Factor fyrir 7 eller 8 árum síðan. Þetta fyrsta pása þar. Þeir voru bara að drepa sig á þessu sko. Ég er í tím. Ég hef aldrei haldið með þessu guð. Mondi, jú, þetta eru flottist strákar. En það komið að virtasta dagskrálið FM 95 blöð. Það liður sem hefur verið hér, eini dagskrálið sem hefur verið alltaf frá byrjun og það að sjálfsögðu sturlaða staðreyndir. Og þær eru fínar í dag eins og alltaf. Herru, já, ég var að fá sendið á Twitter strákar. Það eitt snillingur búin að rekna þetta fyrir okkur, hann Gísli Magg. Tóri með cirka 10.500 kall á þá. Já, þú sér það. Það bara, það kemur ekki óvart. Það kemur ekki óvart. Þegar við náum honum á línuna, þá eru að fara að spurja hann hvort það sé búin að fara á dæluna og þú veitir hann á dælunni. Hvernig ættir hann að lifa það af með 10 skall þátt? Segja, ok, hvað ertu lengi að taka upp 1 þátt? Þetta framlista þegar það mókis út. Segjum að þið taka upp 1 þátt og 3 dögum eða eitthvað. Charlie sína með $1 million á þátt. Ég er samt fljótt að dæma gaurinn á þess að þekka hann. Ok, en er þetta ekki einu sinni viku? Þetta er einu sinni viku, þið gera 4 þætti í mánuði. Hann er 40 skall á mánuði, þessi gæi. Kartan. Það er Toadfish sem 40 skall á mánuði. Nei, það hann að móka í sig. Það eru 5 þættir í viku, hann 50. Já, hann með miklu meira. Hann með andliti ofan í fjalli af kókaini. Hann sefur með andliti í kókaini. Hættum þessu bullu og förum í sturla starrindi. Það er eitthvað rangt við þetta og við reynum að fá viðtala. Það er eitthvað hræðilegt við þetta. Við verðum að fá viðtala. Ertu ekki, þú búin að senda honum? Ég er búin að senda honum. Hvað sendur honum? Ég sagði honum að við erum með virtan útvarpsþátt hér á Íslandi. Við erum gríðarlegir aðdáendur og okkur langaði að heyra í honum. En sagði hann ekki að hann væri þetta shit á Íslandi og Karl Kennedy væri mættur þetta daginn? Já, ég sagði að Karl Kennedy verið einn daginn. Það voru að sælja honum það svolítið. Já, ég trúði mér. Blöð getur selt fyrir. Já, ok. En sturla staðreyndir, hér kemur fyrsta. 40% kvenna hafa einhvern tímann hent skó í maka sinn.
Hendskó Þetta var sem er svolítið hátala, þetta er næstu brönnug kona Hendskó Fengið þið skó í ykkur? Ég held aldrei fengið skó í andlitið Bittu ég held að ég hef nú fengið skó Já, þeir fengið skó Hefur fengið skó? Ég var ekki betur en ég fengið skó í bakið sko Í bakið? Hvað leiðin út? Já, það er bara verið að þrasa eitthvað Ég fengið skó í bakið Ok, þetta passa, annar hver maður Já, það Þetta, þú getur lotnað með þetta Nei, já, ég er alveg galop Ég skamma sem ekkert fyrir það Að hafa pyrra konuna það mikið að ég fengi skó í mig í staðinn, sko En mér finnst það líklegt Mér finnst það svona, að rámar á það Freka skó en öskubakka Já, bara svona striða, sko Ekki, neitt, sko, ég fekk ekkert hæl í mig Það fengst ekkert hæl í mænuna Man hefði kunni muna eftir því, held ég, maður fengi skó í sig, held ég Ég er alltaf á skóinu, það lítur á Svo er það næsta Lengsta tónverk heims er yfir í 639 ár Það er bara ennþá í gangi Er einhver gæi núna bara að spila okkur orgel og tekur einhver pásur eða? Já, ég bara veit þetta ekki Það er einhver ná Þakka er Farðu bara yfir næstu, sko Skiptast á 639 ár, það er slatti Það er ömulegt lag Leðurblökur stunda munnmögg Það gera það ekki allir 24/7/69 hjá okkur leðurblökum í einhverjum helli Gera það ekki allir, nei, ég held að sé ekkert öll dýr í því, sko Egil, gera það ekki allir Ég var að tala hérna leðurblökur, sko Já, hundar eru svolítið í þessu Já Ég hef sér hund gefa sjálfur sér Já, það var nú flest að sé það Ég, sko Og þeir gera það vist að þeir geta Hundur, sko, foreldra minna Hann er hérna samkynniður Og hann er hann samkynniður? Já, hann er samkynniður Hann hefur engan áhuga á tíkum Hann er bara í hundum Og það er bara búið að vera, hann er eldgamall hundur Það geta öll dýr verið Já, 13 ára gamall, sko, hann er það Er hann betur en aðrir hundar að klæða sig og svona? Nei, hann er bara, ég er ekki Veit hann alltaf Eurovision? Já, hann horfið mikið á Eurovision, já Og hérna Nei, maður verður að gefa, bara alltaf Ég þekki nokkara sem er samkynniðir Þau eru allir með hrikalega gott svona fashion sense Já, ég meina þessi hund, þetta er bara hundur Þetta er bara, hann veit ekki neitt Nefna bara það, hann hleypur í aðra hunda Og byrjar alltaf að sleikja á þeim En Pulla, er hún gagkinnið? Já, Pulla er kannski bara hvorukynni Hún er bara til í allt, held ég, sko Pulla, hún er hress Hún fær eitthvað Já, bara fjós á barnum Flesta tennurnar úr George Washington sem var fyrsti forseti Bandaríkjanna voru úr flóðhestum Eitthvað svona pínu skeri við það Nú skil ég ekkert hvort hann var með gerfitennur Já, og þær voru úr flóðhestum Já Ok, þetta er mjög sérstætt Mjög sérstætt Svo er það hefur 41% af fólki lent í því að það er lappað inn á það þegar það er að stunda kynlíf með sjálfu sér Já Hvað meinar það með kynlíf með sjálfu þér? Veist alveg hvað ég meina, Egill Þú veist, það er hægt á margan hátt Það er hægt að stunda kynlíf með sjálfu sér á alls konar hátt Já, ég held að viti alveg hvað ég er að tala um Ég er ekki með þér Bara Þegar þú varst Egil, skilur þú? Var lappað inn að þeir sem úrlingur Ég var til að útskýra þetta aðspöldu Það er maður fyrir þetta hvað að tala um Já, bara hefur verið lappað inn á eitthvað í hristing Í hristing? Sæður þú hristing? Hefur þú lent í hristingi? Þú veist alveg hvað ég er að tala um Sæður hristingu af nýjum við sjöklu og 17.30 Já, bara hristingu, það er svo shake Það er enda góð mútur Já, ég Nei, ég hef ekki lent í því Þú var ekki lent í því, en þú Egill 41%, hátala Mjög líklega þú Egill Good question Ég náttúrulega líði ekki að hlustundu Ég lenti ekki það var ekkert neitt hræðilegt bara móðið þín? Já, það er svona 14 ára 13 ára eða eitthvað Veitu hvað á Sauðárkróki? Er þetta eina sem gerði á Sauðárkróki? Nú er ég svona forvitin Það var ekki þetta eina sem ég gerði Það var lappað einu sem innan Þú varst helviti grimmur í þessu Nei, bara eðlilegur Nú ætla ég Það er ekkert meira en aðeins Ég verða að spyrja það einu bara Hvernig voru, þú veist, síðan ferðið fram Og þú veist Þetta er ángriðs, ég er bara forvitin yfir þessu. Já, en okkur ekki að fara að búið til eitthvað viðbjóðs? Nei, ég er ekki að fara að búið til neitt viðbjóðs, þetta er bara alveg eðlilegt. Þú varst bara 14 ára og varst bara forvitin og varst bara eitthvað að skoða þetta. Forvitin? Þetta var ekki fyrsta sinn, sko. Nei, það vita allir hvernig það var sínan. Ég er að sko, þú fæði fram og hún er væntanlega að þurrka hratt af borðinu. Mamma? Já, og er svona byrjað að þrífa allt sem er hreint fyrir. Nei, þetta var bara aldrei rætt aftur. Og þú segir svona, hvað er í matinn? Pizza? Þetta var kvöld, sko. Já, ok, þá segir ferðu fram. Fórstu fram? Hélstu þið inn í herbyggi bara þá til að fórstu að sofa? Ég fór bara að sofa svo. Fórstu bara að sofa? En daginn eftir, þú fórstu í skóla?
þá mætir hann og hvernig var stemningin svona fyrst þegar þú hittir hann? Það var bara allt í lagi. Það? Já, mamma. Lét hún eins og hún hafi ekki séð neitt. Já, mamma kann þetta alveg og alla mömmur kunna þetta. Þetta bara eitthvað sem getur komið fyrir hvern sem hvaða úling sem sem hlusta. Það ekki til að skamma sig. Nei, bara spáði svona hvernig þú veist hvort það myndi vera eitthvað svona, Þess að tölum mikið meiri líkur fyrir þig Blöð að lendi í þessu á Sauðárkróki en fyrir mig og Steindar sem vorum eðlilegir úlingar á höfuðborgarsvæðinu. Hvað meina okkur? Þú varst bara ekki að vinna með lykla. Nei, ég meina hvað getur þú gert á Sauðárkróki? Annan hristaði, hvernig þetta eitt hlut? Herðu, bara stunda í allt sem þú gerir hérna. Ég var í skotbolta til dæmis það sem aldrei mikið. Já, þú varst í skotbolta. Herðu, þá fyrir við næsta. Það eru fleiri 20 ára það eru fleiri 20 ára hreinir sveinar í dag heldur en nokkuð tíman áður og menn vilja kenna tölvuleikjum En Sverrir Bergman sagði með þetta að það komið ný kynslóð tölvunarda og hel massa gæjar sem eru tölvunardar og þykkt skegg og kannast þú það Steindar? Þú tölvunard? Ég er að skynja það, sko. Það er ennþá til svona stereotypan af nördi er ekkit ennþá bara svona gæi sem er 50 kíló og með stór gleru á nefinu og er eitthvað og mjóróma. Örkul eitthvað? Nei, það er ekki þannig. Núna er þetta bara, þetta eru stórir og mikli menn og finnst bara gaman að fara að gera eitthvað sem þú getur ekki gert í alvörunni. Allt er lægi að fara í tölvuna og sprengja en það er samt áhugjörn að séu fleiri 20 ára reynir sveina núna út af tölvun menn eru ekki að fara að hitta stelpur að þeirra það tölvun en af hverju er það áhugjörni? Af því að þeir hafa ekki lengur tíma til að hitta en er það ekki bara ágætis aldur að byrja stund á kynlíf 20? Ég meina Sverrir Bergman sagði mig, hann byrjaði mjög sent kringu 20-25 ára og síðan kerði hann alltaf vel í gang þegar hann byrjaði en hann tók góða pásu, hann var ekki að tala um það, hann byrjaði sent. Hann stóð hvað það Blöða? Menn geta bara ég veit ekki Þeir voru félagar á Króknum og hann var ekkert mikið þar í dömunum með það. Nei, samt hann var byrjað með stelpu þegar hann var 17 ára. Já, það voru 18 ára. Bara í slella og horfa á vídeo og svona. Það var ekkert verið að hlaupa í þetta. Það liggur líka ekkert á. Það liggur ekkert á, menn eru bara að spara sig. Menn verða að spara sig. Eistun og kólkrabbar í hausnum á honum. Skrítið að koma með þetta beint eftir einhvern veginn hitt. Eða ekki? Eistun í hausnum á honum. Já, skrítið. Það er mjög spes. Svo það er meira áfengi í munnskóli heldur en í víni. Já. Gæti maður drukkið brúsa af því og orðið fullur eða? Já, ég heldur þið meira veikur en þú getur prófað það er vantar Settu það á snappi Ég hef séð mann drekka ylvatn sko bara til að vera fullur Já, bara í flippi, góðu flippi, orðin fullur og sá ylvatn og tók tvekja sopa gúlp sko bara sem menn gera og svo er hérna einn fyrir því í lokin Steindi Það er eitthvað með sígarettur áfengi Nei, elsti tipparhingur eða kokkring allara tíma sem við fundist er frá 13. öld Já Þannig að menn voru greiðlega að byrja á þessu á 13. Hvað var verið að nota bara? Kindakarnir eða? Það var eitthvað djöfull Það var verið langa afi Valtarans sem átti þennan Það er bara þannig Þetta voru sturlaða staðreyndir hér er eitt gamalt og gott sem ætti nú að koma einhverjum í gýrin sem er að fara að dansa í kvöld Þetta er Dance Again I may be super, but I'm no hero. Let's dance. Don't worry, baby. I'm coming. Deadpool I'm totally on top of this. Komin í bíó Kíktu í heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Hudson Mohawk, Boys Noise, Úlfur, Chick, Laugardagskvöld á Sónar Reykjavík. Túborg, Léttöl. Það eru 3 skref sem þú getur tekið í átt til aukinnar hotlustu. Borðað á lokal, borðað aftur á lokal og komið svo bara eins og oft á lokal og þið langar. Sem ég veit að verður mjög oft. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Mánudag á Stöð 2. It's fast. It's dirty. It smashes you over the head. Vinyl. Sögusviðið er New York á 8. áratugnum í upphafi punksins, discosins og hip-hopsins. Ritchie Finestra reynir að skapa sér framtíð sem tónlistarframleiðandi í heimi sem er fullur af hindrunum og freistingum. That's rock and roll. Flottir þættir úr smíði Martin Scorsese, Mick Jagger og HBO. Vinyl. Mánudag kl. 22:05. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Vinyl er í boði Símans. Tippaðu á Arsenal Leicester. Lengjan, gerir leikinn skemmtilegri. Verði þér að góðu. Dirty Burger and Ribs. Tvær
Ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það hárið þetta Keiluhöllin Egilshöll sem að færir ykkur FM 95 Blö og við þökkum þeim kærlega fyrir það. Speaking of the devil, Egilshöll, þá King sem vil að fara að gefa free pizza og ég veit að hlustundur elskar free pizza. Hver elskar ekki free pizza? Ég elskar free pizza og ég ætla að þátt í grettukeppninni. Ég ætla að keyra fyrsta tvittið. Þið ætli alveg að fara bara í grettukeppni eins og það sé bara 1986. Já, en það er samt svo gaman. Steinþór stakk upp að því. Það þarf svo lítið til að skemmta mér. Ég væri til að sjá bara góða grettur. Og það má nota Snapchat-filterinn. Tölum hann mætti ekki. Ég var að keyra inn núna Twittermynd og ég notaði. Það er að nota Snapchat-filterinn á þig en ekki mig. En það fór ekki yfir á þig. Ég veit ekki akkur. Ég reyndi að nota, akkur ferði ekki þig og mig. Af hverju ekki? Why? Ég held ég sé alveg nógu slæmi með mína grettu þarna. En fólk setur bara mynda sér að gretta sig með einhverjum Snapchat-filter eða bara einhverju. Hvernig var að finna myndirnar? Hashtag eitthvað? Bara F95 Blö, F95 Blö og við gefum þessum einhverjum nokkrum aðilum free pizza. Ég hugsa þetta að sé fyrir þá sem hendi grettu þeir fá örugglega pizza. Við ætlum að gefa 4 pizzur og 4 shaka og þetta að sjálfsög allir sem hendi grettu fá free pizza. Shaken special pizzan með baconsultinni. Já, í lok þáttar þá segjum við nöfnin á þessum 4 sigurverum og sendum það beint á Simma þessu nöfn líka. Já, King Simma vil hafa það. King Simma vil, já, ég að tala um það. En þetta að sjálfsögða því að Segopizza sem í Egilshöll í Keiluhöllinni voru að koma pizzunni sinni í einhverja pizza expo í Las Vegas núna í mars. Þess vegna ætlum við að gefa þessa pizzu 4 þannig og 4 cookie dough shaka. Ég skrítið samt að filterna ekki fara yfir á þig stendi. Þú reyndir eitthvað að gretta þig en það gekk ekkert. Það fer þarna samt filterni aðeins inn á augan á mér öðru augun. En, já, ok, ég var að sjá ykkar mynd, glæsilegt. Þetta glæsileg mynd, sett þú inn sjálfur eina mynd. En við ætlum að fara hérna í, mér finnst það agalegt að fara í grettu. Af hverju? Ok, við erum að vera ferstugir en who cares? Ok, ég er með skemmtilegt tema í sofa hjá giftast drepa og þau erum búin að ræða svo mikið Toadfish og gaman að segja frá því, og gæti verið svona konum með númeri hjá umbósmanninum hans. Gæti verið, það er búið að senda okkur númerið þess. Einhver meistari. Gæti verið í viðtali hér. Það fengum við á Twitter. Já. En já, og ég ætla að vera með nágranna þema í sofa hjá giftast drepa. Og ég ætla að taka 3 þekktustu nöfnin ef þið eruð að sofa hjá giftast eða drepa. Það er Toadfish, vinnur okkar. Svo erum við með Carl Kennedy, hann sjálfsögðu. Já, en máli, hann er sjarmatröll. Það er svona Geirmundur Valtís þeirra Ástrala. Og svo er það Paul, sem er náttúrulega búin að vera í 50 ár líka. Paul Lassiter. Það er ekki að hafa Harold Bishop. Já, það myndi allir drepa hann og hvað á hann. Harold? Hálft ár eftir hvort þeir. Ég myndi örgulega að taka one night stand með Haroldi. Það er Paul Lassiter sem á hóteli. Hann er búin að deyja heldur 4 sinnum í þáttunum. Þú voru að sína með mynd á honum. Ég er að fara að sletta hann upp. Paul Robinson. Já, Paul Robinson, sorry. Hann á Lassiter's Hotel. Já, ok, hann er það. Henda með einni mynd. Maður sé þetta. Já, er þetta þessi? Já. Ég hef ekki tekið Neighbors svolítið tíma, sko. Ég held ég að tekið þetta síðan svona kringu 94-5. En ok, Toadfish, þessi Paul. Það er komið mynd hérna í grettukeppnina. Ránd. En ok, ég var bara að sjá hana. Það var að koma inn hérna. Ok, og síðan Carl Kennedy líka. Er það að tala sem ég var taggaðar á? Já. Er ekki Carl Kennedy? Sem er einhver spýra á er ég, eða? Nei, það var að koma önnur. Er Carl Kennedy svona ekki, hann er svona the most successful, eða ekki? Já, þegar hann kom til Íslands og held tónleika á Hendrix. Jú, rosalega successful. Hvað ætlaði að velja þessu, drengir? Sofa hjá giftast drepa? Ég ætla að drepa. Ég get ekki drepa Carl Kennedy, hann er doctor. Ég ætla að drepa Paul Robinson. Ok. Út af því að ég man ekki nóg vel eftir honum og það virkar á mig sem að sack shit, þannig að ég drepa hann. Ég ætla að renna inn í Toadfish. Ekki, já. Þú er ekki umárað þannig að þetta er bara svona sofa hjá bara. Ok, og ég ætla að giftast the doctor, því að ég horfið svolítið á, og þetta málið er að Toadfish er metin á $600,000 og eftir að unni sjónvarp í 25 ár. Carl Kennedy er a doctor, það er það sem hann er, og ég vil horfa á þetta fjárhagslega öryggi þegar ég gifti mig. Ég nefnir ekki að vera áhugjur á reikningunum. Ég veit að Carl Kennedy er að borga netinu. Hann er bara læknir í þáttunum. Já, það verður ekki þannig að, þú veist, Carl, hérna, netið datt út. Já, ég glemt að borga netinu. Hann var að klóra á okkur bassa á Hendrix. Hann er ekki læknir. Hann er að doctor, Steindi. Í þáttunum. Hann er sama pís og sitt peningin og kastan, sko. Þessi framleiðsla er náttúrulega bara tekin upp á iPhone og það er ekki hljóðmaður og þetta er bara í tómu rugli. Nei, þeir eru með risa stúdíu og hverfi. Já. Er það? Ég
Ég ætla að Carl Kennedy vita að varst að lesa yfir hún, varst að drullið hann. Ég ætla að senda hann með Akkur þarf að skvíla með því að segja Carl Kennedy sem Varst að segja hann var ekki doktor? Ég ætla að spyrja bara, við erum komið númerið á körtunum, ég lakka til að spyrja til Carl líka, hann var verið hérna heima að klóra á gítarinn á Hérna var ég að fá Paul í mitin á $5 million frá Ingo Pétur. Ég ánægð með Twitterinn í dag, menn á tánum. Og ég draf Paul. Já, hann mitin á $5 million. Hann að fá eitthvað betur borgað en Kartan. Það allir að fá betri borgað en Kartan allir á dælunni og það mjög dýrt að vera því. Já, það mjög dýrt. Í Ástralíu það dælan, það vel tekið í dæluna, þú getur verið á dælunni og enginn að dæma þig. Eða Toadfish gerði bara versta sjónvarpssamning sögunar. Já, gæti verið eitthvað þannig, sko. Ég held nefnilega að hann sé með alveg vinna frýtt. Ég held að hann sé með þrusu laun. Ég held að hann sé að Nei, það mikið, það lifið það átt. Já, ég held að hann sé bara með ólina strekta höndina, sko. Toadfish ekkert að lifa hátt. En hvernig ætlar þú að hafa þetta samt? Hvernig ætlar að drepa? Sko, náttúrulega resen á Toadfish af því að hann alltaf á byllandi dælu. Hver ætlar að slaka inn í? Þú byrjar á því hvað sem ég myndi sko Ákveð getur ekki bara sagt fyrir mig sofa hjá Egil. Finnst þér eitthvað óþægilegt að segja bara sofa hjá? Hverjum ætlar að sofa hjá? Það er bara mun þægilega. Og þá líður mér ekki illa þegar þú talar. Hættu ógeðslega pirrandi maður. Hvernig ætlar að renna inn í? Slaka inn í þannig. Mér finnst þessi Paul hann, ég tengi minnstu hann. Ég ætla að drepa hann. Já, við sammála það. Já, við erum sammála, ég ætla að drepa hann. Þótt hann sé með, ég er ekki eftir peningunum. Þú ert ekki að bæla þeim? Ég er ekki að bæla bara eftir peningum mín. Já, ég er bara að tala ef ég ætla að giftast einhverjum aðeins, þá vill ég geta verið bara, sko, mér er ekki vel við það sé einhvers konar líður að detta heimtíminn á nóttinni og að sækja 1 grömm hjá Tóri og já, herru ég er ekki alveg að selja hann. Nei, þú veist, hann er að bardús eitthvað, sko, hann er að brall eitthvað. Það er vesen á honum og hann er ekki allir sem hann er séður. Ég myndi ekki giftast honum. Jú. Var það rennin í Toadfish eða? Ég sé eftir að drepið Eftir að reyna fyrir töðunum menn á hættir svo náðu grín. Ég sé eftir að drepið Paul, hann er heldur huggulegur og hann drullar fittir í logar, hann drullar cash. Ég kom með þetta, hann er ekki að doktor. Ég myndi giftast Paul. Allar í fjárhástlögur ekki? Ég segi það nú ekki. Ég bara, því að mér langar bara að drepa Kennedy innan Karl. Hæ? Já. The Doctor? Það er ekkert að frétta honum. Það mætti til Íslands og held gutt sitt ball og var í bláa lónið og ég held hræðilegt ball. Hræðilegt ball? Já, hann er farin upp í sveit. Mitt kall. Þetta er skellur. Já. Þetta er sem er lélegt. Ég ætla að fikta í Tóri. Hvað mennur að fikta í Tóri? Ég ætla bara flott blása á viðkvæma staði. Þetta er bara komið, fjandinn hafið. Og ég ætla að giftast honum Paul. Glæsilegt. En við ákveðum báðir að sofa hjá Toadfish. Skrítið. Mikið á milli talan á fólki í dag. Kanye West mannið eitthvað svaða sjó í Madison Square Garden í gerð, ný plata og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er náttúrulega eitt af mínum uppáhaldsmiðunum, þægilegt svona í lok þáttar Runaway. Og já, verður ekki að gefa Kanye það sem aðra snillingur. Jó, hann er það. Skrítinn en hann er með þetta. Já, hann er langflottastur. Herru, við erum komnir með 4 myndir. Já, sem að voru að vinna pizzur á Shaken Pizza í Egilshöll. Já, það séum við að ræna. Í Keiluhöllinni. Já, Egil er með þetta í skjali í tölvunni. Það drituðust inn myndir í grætikenninu. Já, bæði sko FNÍ5 bló, FNÍ5 blö, FNÍ5 blö. Þannig að liðið var að dæla sér á hashtaginn og þetta er skemmtilegt. Ég er búinn að velja sigurvegara. Ok. Og ég vel 4 sigurvegara og þeir sem unni ekki fá stjærakast því að við gefum meira free shit á næstum. Já. Jóhann Auðun með hashtagið með @merkið bara Jöydun. Út af því við líkilega að mæta með síman og sína King Simaville að þú sért þessi Jóhann Auðun. Ég sendi King Simaville hérna sem sagt Userinn á Twitter, það er bara hann. Okay. Arnþór Hallgrímsson. Ari H 1995 ára gett. Hrund Ásbjörnsdóttir, Hrund 2, Víðir Erlingsson, Vitti Virr. Þið voru að fá free pizza. Hvað ætlaði að gera? Ja, þú voru ekkert bara að fá fría pizza. Þú voru að fá sem sagt pizzu og þetta er sem sagt shake and special pizzan sem er með baconsultin og cookie dough shaken. Já, shaken pizza. King sem ég vil. Já. Þar hafið það, en það er komið að lokum hér hjá okkur í dag, kæru hlustundur. Algjörlega. Kella fyrir hlustun eins og alltaf, en þú ætlar að plugga einhver áður. Já, hvernig er helgin hjá okkur? Og við erum að vinna í kvöld. Já, við erum að vinna í kvöld. Við erum að veislustýra. Veislustýra á morgun líka, þannig að þetta er eiginlega bara róleg helgi. Það er verið að djöflast. Mér langar að plugga smá fyrir félaga mína og vini. Og það er á Húrra, annarkvöld.
Já, það eru flottu tónleikar. Já, það eru nefnilega flottu tónleikar og það munir pottitt komast aðeins færri að en vilja. Þannig að menn þurfa nú svolítið að mæta snemma á það. Hvað er að gerast á Húrra? En það er Milky Way og GKR. GKR er ekki með þetta morgumat. Já, ég gegga með þeim meistara. Já, mjög skemmtilegt. Ég kann mjög vel við bæði og þau eru frábæri listamenn og eru núna að gigga saman í fyrsta skipti á Húrra annað kvöld. Og svona í tilefni þess ætlum við að enda þáttinn á Milky Way. Já, það er lagið The Birds of Paradise. Já, til að klára þáttinn á því. En við þökkum hans kærlega fyrir hlustun í dag. Já, endilega tekkið á Húrra á morgun. Og já, bara takk fyrir hlustunina eins og alltaf. Við verðum hérna næsta föstudag í húrrandi gýr. Já, og við erum konum með niðurstöðu með það að hringja sinni veikan er orðin við tökum hann aftur fyrir næsta þátt. Já, Twitter og mjög ánægð með hann og svo erum við líka komið annan nýjan dagskrálið næsta föstudag. Þannig að strákarnir er aðeins að hressa upp á þetta hérna. Það verður að spýta í lófana hérna. Endum þetta hérna á Milky Way enn og aftur. Takk fyrir hlustunina og við heyrumst í næstu viku.